Baldvin Zeta, Baldvin Zeta, var að labba hérna út og váká að gaman að tala við hann. Baldvin að sjálfsögðu leikstjórinn á bakvið Óróa, Vonarstræti, Lof mér að falla og núna jólinn kemur í sýningu Þetta svörtu sandar eftir hann. Mér langar helst að þrusa þessu viðtali bara beint í ganga en til að gefa ykkur smjörþefin á því sem tæklað í þessu viðtali ber helst að nefna kvikmyndagerð frá A til Ö, fjármögnun, kvikmynda og þátta, sjónvarpsseríur og kvikmyndir sem listform. Hversu óhugnanlega nákvæm bakgrunnsvinnan hans Baldvins fyrir hvert verkefni. Hann meira að segja með einhvern blóðslettu sérfræðinga meistara lögreglumann sem hefur unnið að svo mörgum raunverulegum sakamálum að hann hefur skoðun á því hvernig blóðið slettist á vegginn. Hvernig hljómsveitarævintýri Baldvins á unglingsárunum kenndi honum full harkalega á lífið þegar þeir voru nánast búnir að meika það í Bandaríkjunum í viðburðaríkri ferð sem Baldvin ekki ennþá búinn að gera upp. Leksían sem hann tekur þaðan Nobody Gives a Fuck og hefur ennst honum gegnum allan ferilinn þangað til hann byrjaði aðeins að missa tökin eftir athyglina sem hann fékk á samfélagsmiðlum í kjölfar var það ekki Lof mér að falla frekar heldur en Vonarstræti fyrirgefðu, það var Vonarstræti, ekki Lof mér að falla, hún kom seinna sem leiddi til þess að hann gaf Facebook alveg upp á bátinn svo hann var laus við þessa athygli að einhverju leiti þegar Lof mér að falla. Eins og þið heyrið, þetta viðburðaríkur þáttur, virkilega gaman að tala með hann Baldvin en kostendur þáttarins sjóvá hvert sem að fer, það eina sem að heyrir hversu góða þjónustu þau bjóða upp á og það ástæðan fyrir því að ég í hópi ánægðustu viðskiptavina tryggingafélaga síðustu 4 árin hjá Sjóvá. Önnur ástæðan að tjónlausi viðskiptavinir Sjóvá í stofni fá hluta sinna iðgjalda endurgreidda ár hvert. Ódýrari tryggingar og betri þjónusta hjá Sjóvá. Það alldrei of seint að græða jólagjöf nema á að hlusta á hann og þátt 25. desember eða þar eftir. Gerðu það inn á aha.is þar sem þú finnur ofgnótt af tilboðum og gjafabréfum út að borða, gistingu víðast hvar landið og alls konar afþreyingu. Til að létta undir þér í hátíðarstressinu getur einnig pantaði mat frá einhverjum af yfir 100 veitingastöðum sem AHA vinna með á höfuðborgarsvæðinu og hann kemur heim til þín á 100% rafmögnuðum bílflota AHA. Boom! Magnesium mikilvægast steinefni. Magnesium meira að segja mikilvægt við nýtingu D-vítamins í líkamann eða að taka svoleiðis en það mjög heimskulegt að ég sé að fara út í þessi fræði óumbeðin hérna í auglýsingarhluta podcastins verandi með enga menntun í þessum málum en ég las þetta á netinu. Allavega, magnesium lífsnauðsynlegt og Magnesium Ultra Active hjálpa þér með streituna, stressið og vöðvaspennuna því Magnesium Ultra Active inniheldur 3-falt hærri skammt en sambarilega vörur á markaðnum. Magnesium Ultra Active fæst í næsta apóteki. Oliva, the best olive oil on the market flutt inn til landsins frá ólífubændunum Ásur Reyins og Emil Hallfreðs í handfarangri. Þau taka með sér hver einustu flösku sem þau finni í búðarhillunum til landsins í handfarangri. Þvílíksegla hjá þeim hjónum til að bjóða þér upp á bragðbestu og hotlistu olíu sem þú getur glöðað yfir matiðinn með góðri samvisku. Svo Jesús. Vá. Svo má nefna að ágóðin af Oliva gjafapókunum sem fást í verslunum nú jólin rennur til votlendissjóðs. Baldvin Zeta, setjum allt af stað, gjörðu þið svo vel. Klappið inn. Taka 1 af 1 eða ekki? Jú. Við ætlum bara að gera þetta one time. One take wonder. Nákvæmlega. Herðu, Baldvin Zeta, vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir. Þú varst að segja mér, við vorum komin á flug hérna, þannig ég bara stoppaði og ég sagði bara ég þarf að fá þetta á rekk og byrja þetta. Má ég byrja það sem varst að tala með mannin, sérfræðinginn í blóðslettunum og svoleiðis? Er það alveg opinberar upplýsingar? Geturðu sagt mér frá honum? Algjörlega. Ragnar Jónsson, lögreglumaður. Raggi svona litla kraftaverki í kvikmyndaheiminum hann einhvern veginn, ef þú pælir líka í því, ef þú skoðar seríur aftur í tíman, þá heita lögreglumenn mjög ofta Ragnar. Algjörlega, maður. Og það út af honum. Já, ok. Og það alltaf bara, hvað heitir lögreglumenn? Það heitir náttúrulega bara Raggi og Raggi alltaf með okkur. Þannig ég búinn að vinna með Raggi alveg frá 2013. Og ég má kannski skjóta inni, þegar þú varst að tala hann Ragnar náðan, þá var ég bara, hann að tala einhvern karakter í einhverju bók, örugglega eftir Arnald eða Issu eitthvað. Við erum að tala bara alvöru mann. Við erum að tala alvöru mann, alvöru lögreglumann. Hann er Dexter Íslands fyrir utan það að hann drepur ekki fólk, hann er blóðferlafræðingur. Hann er rannsóknarlögreglumaður. Þetta gæi sem búinn að fá þjálfun í Bandaríkjunum og hann ferðast heiminn og heldur fyrirlestra blóðferlafræði og mál sem hann hefur leyst og þetta er mögnu típa og ég man þegar við vorum að gera bara fyrsta þá voru ég að vinna í Hrauninu með hann og Reyni Lyngdal sem hann var að leikstýra og við vorum að gera einhverja svona risa sjálfsmórsenu þar og hann er svo nákvæmni öllu þessu bara hvert blóðslettur er að fara og hvernig byssuskot er þetta, hvernig haglabyss er þetta ekki ennum munnin, er þetta undir ég veit, þetta er allt ógeðslegt en þetta er eitthvað sem maður vill hafa á hreinu og hafa rosalega flott og þá er alveg frábært að vera með svona gaur
svo hefur hann annarslega fengið að leika, hann leikur í Case einhvern, hvað heitir það? Krufningamann. Já. Og hann líka með okkur þegar við erum að gera make-up á líkin, hvernig líta það út, hvert rennu blóðið, eru þau blárauð eða hvít og litin og allt þetta. Og hann sem sagt veit af sinni reynslu af raunheimum hvernig þetta á að líta út. Hann er ekki bara einhver svona artisti sem vill gera þetta flott eða fínt, hann er bara, hann vill fá að vita þessar upplýsingar um hvernig þetta byssan á að snúa og opin og lokaða munnur og allt þetta til þess að bara þetta verði sem raunverulegast. Svo þetta verði sem raunverulegast. En svo mætast þessi heimar samt mjög oft út í að raunveruleikin er svona, ok, við gerum þetta bara bíóleiðina, það meira cool að sjá blóðið slettast hérna og hann skilur það alveg en tekið okkar í Svörtusöndum var akkurat öfugt. Ég vildi bara hafa þetta alveg eins og þetta raunverulega. Ég vildi ekki bíótrykkin. Þannig að við erum að fara að sjá fullt af hlutum í Svörtusöndum sem við höfum raunverulega aldrei sést áður í sjónvarpi ever. En ekki smá óþolandi að vinna með svona manni? Þú veist, það er tímapressa á setti og allt þetta. Ertu ekki bara, heyri Ragnar, get over it maður. Það er bara, þú veist, þú ert að renni þess átt eða smá storkna þarna eða eitthvað. Nei, alls ekki. Hann er náttúrulega svo ótrúlega líbó og svo erum við búin að gera þetta allt í forvinnu. Hann er mjög sjaldan með mér á setti en hann kom svona þegar ég var svona allra óörugastur hvernig þetta myndi líta út, þá fékk ég hann til að koma og vera á bakinn á mér og svona hvíslaði mig bara, nei. Og svo líka annað að við erum að gera seríu einhverja sveitalöggu þannig og það eru ákveðnir hlutir sem lögreglan gerir svona procedural sem rosa töff og cool en hún bara pínu cringy í sjónvarpi þetta verður svo hallaristlegt stundum. Þannig að ég leyfi mér að taka þetta svona kannski í þá átt sem ég vil hafa þetta, bara hvernig fólk tala saman og svona samskipti og ég vil ekki að allir sé einhvern veginn alveg allt með allt á hreinu að þá hann svona á bakinn á mér og bara, já, þetta gengur alveg upp eða bara, nei, Baldur, nú ertu bara að gera lítið úr okkur og þetta má alls ekki snúast að við sem að klúðra lögregluhlutanum og því að við erum alveg viljandi að skrifa ákveðna hluti að séu pínu skakkir hjá þessu lögreglufólki en það má ekki líta þannig út að við höfum ekki bara að vita hvað við vorum að gera. Þess vegna gott að hafa hann við hliðinu og hann segir þetta getur alveg raunverulega gerst en við yrðum skömmuð fyrir það. Þegar það verið að reyna að leysa morðmál í raunveruleikanum. Já. Vá, hvað er cool að vera að vinna með einhverjum sem bara getur svona fact-checka þetta einhvern veginn. Algjörlega. Og það getur vel verið að við höfum pushað stundum það mikið að einhverju lögreglumenn eftir að vera bara hvað, akkur þetta svona? Já, ég meina, það ekki bara á öllu? Ég meina, alla bækur og reyfarar og allt svona. En talandi talandi og þess að þú varst líka að koma eins inn á það hefur aldrei eitthvað svona náð til þín, skildi ég það þannig? Já, ég eltist ekki við að horfa á glæpaseríur sjálfur. Ég hef hort á True Detective, Broadchurch og Forbrúðelsen sem var síðan seinna endurgerð sem The Killing. Er það ekki Bráðin? Nei, Forbrúðelsen heitir það kallað Bráðin á íslensku? Já, ég veit ekki, það fór fram mér allavega. Já, þetta alveg síðan 2005. Ég bjó í Danmörku og þetta var svona algjör mega hittar þessi sería og þetta eiginlega það sem kemur svona skandinóar Nordic crime bara svona dótinu á stað. Já, ok. Þetta svona upphafið af því. Þessar 3 seríur hafa alveg náð mér svo hef ég svona gluggað í einu og ég svona, ok, það einhver drepinn og svo hefur við að vera að giska á hver drap allan tíman og það alveg, mér finnst það sjúklega leiðilegt ef það ekki einhverju undirstöður og eitthvað til að fylgjast með þangað til og því að mér finnst ef að niðurstaðan úr seríunni að ég giskaði ekki á réttan morðingja þá finnst mér handritið í raun og veru ekki gott. Ok. Og því að þá ekki búið að vera undirbyggið einhvern veginn rétt, eða þannig líður mér þetta bara mín persónulega skoðun þannig að það verður að vera hvernig ná ég að orða þetta það bara verður að vera eitthvað kjöt á beinunum þannig að eina sem ég fæði ekki út í seríunni bara, ég vissi það, þetta var morðinginn. En þetta eins og bara allir CSI þættirnir voru gerðir, það bara finnst einhver myrtur og síðan öll fjölskyldan og nei og svo vitnið og síðan ertu bara, við erum með 5 suspect hérna, ég held að sé þessi, sem kemur ljósa var hinn, ok, næsti þættir bara repeat. Þannig að þegar þau, Raggi með þessa hugmynd að hann vill búa til sjónvarpsseríu
byggt á hérna morðinu á hérna systrum eða frængum frá Þýskalandi sem voru drepnar á Mýrdalsandi hérna in the 80s, eða önnur var drepin og hinn lifði af. Og þetta var svaka mál, íslensku gæi sem tók það bara upp í bíl, keyrði með þeir í eitthvað sæluhús og skaut þær. Nei, í alvörunni? Þetta var mjög brútal dæmi. Og hérna, og hann kynnist Aldísi í tökum á hérna brot, Aldísi Ömmu, leikonu, og eitthvað svona að segja við hana frá þessari pælingu og það væri lögreglumaður, eitthvað sem var að koma heim til sín og væri, myndi lendi í þessu máli og hún eitthvað svona, já, hvað þetta væri lögreglukona og eins og Raggi segir sjálfur, ég veit ekkert hvernig konur hugsa hana, mér finnst bara frábært að fá Aldísi inn í þetta og byrja að þróa þennan kvenkarakter með mér. Svo koma þau með þessa hugmyndnir á Glass River og og Andri Óttar sem hérna félagi minn og meðeigandi í fyrirtækinu að hann einhvern veginn stekkur strax á þetta. Ég svona, já, ég veit ekki alveg, morðserja, en vissi samt alltaf að mér langar ógeðislega til að gera eina svona serju þar sem ég fengi að vera með frá upphafi og skrifa handritið með hópnum og eitthvað. Þau þróa þannig sögu og þetta breytist, þetta fer svolítið frá þessu þýsku systrum eða frængum og í svona öðruvísi sögu og svo þegar Andri sýnir mér þetta aftur seinna, þegar búið að þróa þetta svolítið, þá bara fell ég svolítið fyrir hugmyndinni og sá einhvern veginn að bara þetta væri algjörlega máli til að búa til þetta andrúmsloft og þetta kjöt sem mér langar svo til að gera í svona seríu. Þannig að ég fæ að koma inn í teimið og endan með því að eftir að við erum búin að þróa alla söguna saman að ég, Aldís og Ragnar, við bara skrifum handritið af þessari 8 seríu og það bara vill svo til að eftir að við vorum búin að skrifa á 4 fyrstu þættina þá kom bara stórbreskur aðili inn sem las handritið og bara fjall fyrir því og fannst þetta rosalega spennandi konsept og við bara náðum að fjármagna fyrir eitthvað hratt. Já, alveg hægt að selja, já, það væntanlega name of the game, að selja handritin áður en að koma með einhvers konar teaser eða bara fyrir framleiðsluna eða eitthvað. Já, þú þarft að koma, þú þarft að fjármagna og það þarf alltaf að gerast á hún og ferði í tökur og þú að klára fjármagna svona seríu getur tekið alveg frá 1 upp í 4-5 ár. Ég hugsaði reyndar, ég hugsaði bara þegar þú sagðir að kom erlendur aðilaborðin, ég hefði einhvern veginn haldið að maður myndi fjármagna þetta heima, framleiða þetta og búið þetta til og sýna en síðan reyna eitthvað að pota þessu til útlanda. Nei, þú getur gert það með ákveðna tegundir af sjónvarpsseríum en leið og þú ert komin upp í tölur sem eru meir en 200 milljónir eða 300 milljónir þá þarf það að fara að leita erlendis. Já, bara í framleiðslukostnað. Já. Ok, og þetta var svoleiðisverkefni? Já, og alveg töluvert meir en það og þannig að við þurftum erlend fjármagninn og All 3 Media brest fyrirtæki sem sérhæfi sig í crime-seríum og eru líka alveg með alls konar aðra seríur hjá sér. Þau stökkvana inn og þá eiginlega bara rúlar boltinn rosalega hratt eftir það. En bara til að setja í svona smá samhengi fyrir mig út og þú þekki bransan 1000-falt betur en ég. En ófærð, ég meina, hver er framleiðslukostnaðurinn við það? Ég hugsa hann hefur alltaf verið sikkur megin við miljardinn. Miljardinn, já. Og það er ekkert erlend? Það er erlend? Já, þetta er yfirleitt alveg 80-90% erlend fyrir. Í alvörunni? Já. Þannig áður en að þetta er framleitt, þá er vitað að þetta verður selt út? Já. Ég hef alltaf hort á þetta þannig, allavega í fréttaflutningi eitthvað, ófærsló svo mikið í gegn að þetta bara komið út í heim líka. Já, en það er kannski bara svona ferlið á sig, að þú framleiðir séri, hún er sýnd á Íslandi og við erum kannski búin að príselja nokkur lönd og svo bara eftir að móka alltaf út fréttunum, núna var það sýnd í Bretlandi eða fór á Netflix eða hvað sem það er. Og það er alveg vitað löngu fyrir. Já, svona stæstu hlutinni, það er líka, þú reynir að selja líka eins lítið þú getur, þú vilt bara fjármagna fyrir kostnaðinn og því að svo getur þú selt fyrir meiri pening þegar serían er tilbúin. Þá er fólk ekki að taka eins mikla áhættu. Þannig að þetta er bara eins og fólk að kaupa sér inn í eitthvað fyrirtæki áður en að springur út. Akkurat. Ok, hvort ertu meira kvikmyndagerðarmaður eða businessmaður? Ég er miklu meira kvikmyndagerðarmaður. Ok, og eitthvað annan í hinum. Já, við erum 5 sem eigum þetta fyrirtæki saman. Glass River. Og ég hef alltaf sagt að alveg bara frá því að við stofnum fyrirtæki, við séum svona eins og ofurhetjuhópur. Við höfum all okkar eiginleika. Við erum með
við erum með sko svona handritstengjandi mann innan fyrirtækisins, við erum með businessmann, við erum með svona sölu- og dreifingamann, við erum með framleiðandi típu, þannig að við svona vegum all hvort annað upp og verðum saman svona overage grúpa. Ok, geggjað. Einmitt, þetta orðið svo mikið samt svona, þú veist, það svo erfitt, manst eftir einhverjum þáttum eða, ég veit ekki, kannski bara einhverju verkefni í hérlendi sem að, þú veist, kemst upp með að gera eitthvað risastórt og vinsælt fyrir samt lítið fé? Já, sko, svo er miða hvað, þú veist, hvað er það miða við, sko. Tökum dæmi eins og True Detective. Það fyrsta serían er ekki gerð fyrir mikinn pening ef þú horfir á Hollywood og hún er gerð í raun og veru á þeim forsendum að Matthew McConaughey og hinn sem lék á mótunum sem ég er búin að gleyma hvað heitir. Já, ég líka. Þeir eignast hlut í seríunni við það að taka lítinn pening fyrir það til að koma þessu á framfæri og þetta verður humongous en ég er alveg vissum að budgetið á þessari seríu, ef við fengjum þetta budget í íslenskri seríu þá væri þetta rosalega mikið budget. Já. En ég man ekki eftir einhverju svona. Ég bara hugsa sko, eins og síðan hlýtur það einhvern tímann að fara úrskeiðis eða sko, ég vissi ekki að það væri svona mikið, sko, ég náttúrulega aftur og veit ekki hvað er mikið og hvað er lítið, nei. En eins og ófærð að það sé milljarður, út af þú varst að tala um það í kringum 200-300 þá þarf það að byrja að fá erlent fjármagn. Já, en þú veist, ég er bara að giska á hann miljard, þú veist, ég er bara ímynda mér að þetta sé sá peningur líka, þú veist, það getur hver sem er farið nýra á kvikmyndamiðstöð inn á heimasíðan og sé hvað endurgreiðslan er há og hún er 25% af kostnaðinum. Já, það er allt opið. Já, það er allt opið. Þá getur bara reiknað þig upp. Ég er bara að hugsa sko hvort að einhvern tíman er þetta selt og sem bara verður þetta ekkert vinsælt eða hvort að þeir séu með gott hit ratio að fjárfesta í svona eða hvort það sé bara eins og einhver fyrirtæki sem að bara tæknifyrirtæki sem að falla. Ég hugsa að sko svona overall í heiminum að hit ratio þið sé mjög á móti, sko, ég hugsa að færri seríur verða risastórar en margar, sko. Já. Ég held að svona styrlaðar vinsældir eins og Stranger Things eða suðurkóreska serían sem kom daginn Squid Game. Þetta er ekkit rosalega algengt að svona gerist. Nei. Og ég held til Stranger Things er lítil sería þannig líka, sko. Þú veist, hún er ekkert gerð fyrir eitthvað humongous penning, sko. En hvað gerir síðan í season 2? Er þá bara, herðu, ok, nú bara getum við samið upp á nýtt, sko. Ef við ætlum að fá seríu nummer 2, þá þurfum við aðeins að byrja að semja upp á nýtt hérna. Ég hugsa að það sé svolítið alltaf samið fram í tíman þegar við verðum að semja svona, sko. Okay. Þannig að þú ert svolítið bundin oft fyrir season 2. Þú veist alveg hvað gerist ef þú færð annað season. En auðvitað þetta er örgulega misjönd bara. En eins og með Svörtusanda er samið þannig að ef þið ákveða að gera season 2 þá þetta og þetta og ef þið gerir season 3? Nei, ég raun og veru ekki. Ég held að það sé bara allur gangur á því. Ok, ég er nokkuð viss um það. Við náttúrulega erum bara rosalega spennt að sjá hvernig fólki tekur í söguna og því að við erum alveg að bjóða upp í annan dans. Ok. Það er vonandi bara fílar fólk það. Já, ég var að segja ég horfði á trailerin, mér fannst alveg bara svona stórfenglugur einhvern veginn. Já, takk fyrir það. Og ég meina það og bara svona, já, virtist allan að vera bara miklu stærra verkefni en ég með óræði fyrir, sko. Ég hafði ekkert heyrt mikið af framleiðslu eins og leys, en síðan bara svona, wow, þetta búið að vera í gangi með, þetta lítur á að tekið svolítið tíma. Já, þetta er alveg, ég hef ekki gert eiginlega neitt annað bara frá byrjun árs 2019 fyrir þannig að ég skaut eina litla comedy-seríu í fyrra en en þetta er langmetnaðarfyllsta verkefni sem ég hef nokkuð tíman gert. Það er gjörsamlega búið að setja allt í sölunar fyrir þetta projekt og ég er rosalega bara sáttur við það, hvernig það bara lítur út núna. Ég gerði morðseríu og mér finnst gaman að horfa á hana en svo verður bara komið ljós hvort að öðrum finnst gaman að horfa á hana. Einmitt, ég meina fólk er nú samt sólgið í þetta. Þetta er ákveðin uppskrift sem að gengur og þá er ég ekki að tala um plottið en eins og þess heldur líka bara serían. Ég meina bara sjónvarpsefni sem slíkt er bara sjóðheitt í dag. Það er sjóðheitt og það er rosa gaman að vera kvikmyndagerðarmaður í dag. Það er náttúrulega bara loðnuvertíð í gangi. Er það ekki? Jú, það er svo mikið af
sko veitum, það svo margir að sína og kaupa sko. Einmitt, það náttúrulega ákveðin kostur og galli sko, að maður heyrir af einhverju nýri þáttaserju og heyrir ekki ætla að kíkja á þetta. Nei, þetta á þessari veitum. Ég er ekki með hana. Já. Já, ég reyni að vera mjög praktískur hvað það varður, að ég kaupi bara alltaf áskrift á veitum þegar ég veit af, þú veist, þannig að ég er ekki með mánaðarlega áskrift, bara, herðu, ok, dope sick á Hulu núna, ég ætla að taka Hulu í mánuð einmitt. og ekki á það kostar ekki neitt, sko. Nei, það er náttúrulega líka bara leiðin til þess að gera þetta, sko, en eins og segir, þetta er svo mikið, sko, en hérna, er þín svona, hvað maður segja, þín nálgun á bara kvikmyndaheimin, og ég veit að svara leikur svolítið í því að ég segi kvikmyndaheimin, en er það ekki meira í átt að kvikmynd heldur en serju? Jú, sko, hvernig ég fer inn í þetta ef þú ættir að búa til einhvers konar verkefni, væri það ekki freka kvikmynd eða heldur en sjónvarpssería? Sko, málið er að ég nálgast til dæmis eins og þessa seríu bara eins og bíómynd og ég hugsa allt eiginlega út frá þú veist, formatinu kvikmynd kosturinn við formatið sjónvarpssería er að þú hefur lengri tíma til að segja söguna. Það er sko miklu erfiðara að skrifa kvikmyndahandrit en sjónvarpshandrit. Já, ég trúi því. Og því að þú þarft að pakka inn kvikmyndahandriti svo rosalega, þetta verður að vera svo snjallt. Já, einmitt. Og svo lítið rým einhvern veginn til að anda býst ég við, bara svona að fara ekki að kynna stórnum eitthvað svona rólega. Ég veit það, og ég finn líka fyrir því þegar ég er að horfa á bíómyndi núna að maður er svona, wow, þetta gerist rætt, en maður er kannski að verða svolítið vanur hinu forminu, sko. Já. Að leyfa okkur að kynnast fólki rólega og allt það. Þannig, þú veist, ég náttúrulega, sko, þegar ég geri Óróa 2010, þá bara var ekkert, það var alveg að byrja að koma sjónvarpsseríur eins og Lost. Já, einmitt. En það voru samt miklu fleiri þættir. Mér minnir að það hafi verið alveg 20 þættir í hverju seríu eða eitthvað. Já, miklu fleiri. Eitthvað svona sturla dæmi, sko. Já. En þetta svona 6 til 10 þáttar epík var ekki byrjað neitt almennilega á þessu tíma. Sopranos, Mad Men, já, og einhverja svona, eru svona starta svolítið þessum takti sem er að byrja svona upp úr 27, 8, 9. Ég man alveg þegar fólk segir, já, þessi séri eitthvað, já, ok, hvað er þátturinn langur? Klukkutími? Jú, þetta er svoleiðis serja. Það er klukkutíma þettir. Já, klukkutíma, okay. Wow. Núna bara tekum við 3 þætti á hverju kvöldi og það er bara 3 klukkutímar. Já, algjörlega. Ég er náttúrulega, og bara skammast mér fyrir þetta og allt það og þetta er ekki, bara ekki leikit eftir. En ég er stundum svolítið viðkomin fyrir því að fólk sé að teygja lopan og leyfa þáttum að anda of mikið og of lítið er að gerast. Kannski er ég bara búin að horfa á margar Marvel-myndir, en þú veist, ég tók Squid Game og mér fannst þetta orðið það, sko, þetta var mjög gott, en mér fannst stundum verið að teygja þetta svo lengi að ég var byrjað að skippa það eins áfram, sko. Já. Og alveg bara svolítið gróflega. Já, ég skil það og ég vona að gera það ekki í okkur. Nei. En svo er, þú veist, það er líka sko kunst að leyfa hlutum að anda, sko. Ég allavega, þú veist, ég læti ekki hlutin að anda bara in the sake of breathing, sko. Þannig að Þú hlýtur líka að vera bara litaður að því að þessi þáttur þarf að vera klukkutími, skilur, það þarf að vera ákveðið consistency, þá gæti mann kannski slysast til þess að stytta og lengja einhvers staðar eftir bara formatinu. Já, sko, við lendum nú í því með alla þættina, þeir eru allir styttir töluvert frá fyrsta klippi, sko. Ok, þannig það fer svona svolítið gegn þínum vilja. Ég man að sko fyrsta klippið á Vonarstræti var 191 mínúta og við endum í 127 mínútum. Það er bara 70 mínútur teknar í burti. Já, ok. En það er líka bara hvernig ég geri senunar. Ég leyfi mér að taka tíma í allar senur sem ég geri og til mér finnst svo mikilvægt að karakterinir tala ekki bara. Ég verð að fá að sjá að karakterin sé að hugsa það sem hann er að tala og þannig bara vinn ég díalóga að ég leyfi fólki að meðtaka, tyggja og hugsa og pæla og þannig að við fáum svolítið svona, ég veit það ekki, það er eitthvað svona mennst við það þessi format úti, þú veist, Grey's Anatomy og allt þetta dæmi, þetta er alltaf bara algjörlega kannski aðeins búið að taka sálina úr þessu. Já. En þú veist, eins og ég þú veist, gerði comedy-seríu í fyrra sem fór nú lítið fyrir þannig, Vegferð, en þar er einhvern veginn svona, þar var allt annað tempó, þú veist, búið upp á allt annað tempó, ég var að gera allt öðru sér hluti en ég venjulega gert, en samt fekk þetta alveg svona þetta breathing space, sko. Ok.
sem kom mjög skemmtilega út sko. Já, ég nefnilega, mér fannst svo sárt sko og það sveið alveg að vera að skipa þarna í Squid Game og það ég viss alveg að þetta var ekkert eitthvað ég að vera sniður að kött út þagnirnar og það bara lykillinn í þessu allar þagnirnar sko, sér fór í klippingu og var að tala á hárgræslumannum minn og hann var eitthvað, já skipaður yfir þetta, en mistur þá ekki alveg að boðskapnum í næstíðasta þættinum og ég get ekki giskað hver boðskapurinn ætti að vera sko. Það var út af einhvern veginn, ég bara skipaði yfir sálina og tilfinningarnar en fekk að lesa textan sko, að heyra hvað þið voru að segja. Þannig að það er mér finnst þetta smá vand með farið út að þú mátt ekki bara búast við að fólk sér til að gefa sér 24 klukkutíma til þess að horfa á 6 þætti, skilurðu? Nei. En maður verður að hafa líka svona smá hvað segir maður, eitthvað svona til að halda aðteklinni sko. Já, 100%. Við verðum að gefa smá áreiti alltaf, þannig að fólki missi ekki taktin. En svo sko, það er hægt að horfa sjónvarpsþátt það sem er allt að gerast, en það er raun og veru ekkert í gangi, en svo getur við verið líka með þátt það sem er lítið að gerast en það er rosa mikið í gangi þannig að þetta snýst svolítið bara sko hvernig þú bara struktúra þáttinn og hvort það sé eitthvað svona undirlag það sé eitthvað svona í gangi eitthvað svona spenna undir sem færði til að vilja sjá þetta fólk anda og þetta er handritskunst sko að þegar þú ert að skrifa handritið þá skiptir allt máli og ég er til dæmis mjög spenntur fyrir því og því við ætlum að vera með podcast fyrir Svörtusanda sem kemur strax eftir þáttinn þar sem fólk getur fengið svona aðeins dýpri innsýn inn í hvern þátt og þar sem við ætlum svona aðeins líka að tala hlutina allar brauðmylsnurar sem eru hana og svona pælinga bak við hinn og þessa hluti og ég trúi því allan að Já, ég lagði allan upp með það og við handritshöfundinir og líka bara svona þegar vorum að gera þættina að ef þú horfir einu sinni í gegnum seríuna að þá er alveg jafn gaman að horfa á hana aftur og því að þá er upplifinu bara wow, já ok þetta er að raða svona upp einhvern veginn fyrir þér en notabene, það snýst ekki að þú uppgötir hver morðingin er það snýst allt annað en ég get ekki sagt hvað það er Ok, einmitt, þetta hljóma djúpt sko Já, þetta er spennandi sko Einmitt, og talar að það er kannski ekki mikið að gerast en það er einhvern veginn margt í gangi Já Ég sko átti svona skýrasta sjónvarpsserju augnablik sem ég man eftir þar út af við vorum að ræða Tjernobyl áður byrjum að taka upp Akkurat að þar var sko þegar að sprengingin á sér stað eða hvað sem að sprenging í kjarnorkuverinu og það vissi enginn hvað var að gerast og þú veist, allir sem er að horfa á þáttinn vita hvað gerðist í Tjernobyl og það safnast eitthvað fólk saman og er að horfa og það er aldrei búið að sýna neitt óvinn sem er alltaf bara geislavirknin og það fellur svona niður einhver snjór bara svona hæglega bara falleg sena sko og fólk er að horfa á kjarnorkusprengjuna og bara wow, hvað ætli sé í gangi og þú veist, maður horfir á þetta og þetta er svo mikill hryllingur að sjá þetta, hvað er að gerast við fólkið í þessari svona fallegu senu einhvern veginn, það er bara svona föðra svona litlar, bara eitthvað rykkorn niður til jarðar og á fólkið og maður bara, wow, þetta er Tjernobyl Þetta er Tjernobyl og Tjernobyl gerði þetta rosalega vel í gegnum alla þættina, mann sérstaklega eftir hundaþættinum, það sem þau fóru og voru að veiða öll húsdýrin og drepa þau að það var þáttur sem það var ekkert eitthvað allt í gangi í honum en vá hvað hann var sko, hvað var mikið samt stór saga sögð með þessum litlu síkvensum sko. Vel orðaði með stór saga sögð þarna sko. Og þeir segja risastóra sögu í 5 þáttum og manni finnst þeir aldrei hlaupa í gegnum neitt en allt er hana sem þarf að vera hana rosalega vel heppnað dæmi. Já, einmitt, tekum undir það er kvikmyndin aðstæða listformið eða hvernig, þú veist, þú ert alltaf þú ert fættur 1980? 78, ok, þú veist þannig að þú ert ekki alveg uppbeint á málverkaöld eða ritlistaöld eða neitt svoleiðis en hvernig svona blasir þetta við þér? Af hverju kvikmyndin? Já, af hverju kvikmyndin? Sko, ég fæ bara eitthvað svona óstjórnlegan áhuga á þessu formi bara þegar ég er svona 10-11 ára gamall. Hvaða myndir eru þá bara bestu myndir sem þú hefði séð? Hvað var bara heilla? Sko, það skrýtna er að það sem eiginlega sogaði mig inn í þetta var sjónvarpssería eftir David Lynch sem hét Twin Peaks. Ok. Það var eitthvað bara eitthvað stórmerkilegt í gangi. Þú veist, ég var bara eitthvað búin að vera að horfa á Rocky og Rambo og eitthvað svona dóttir í sko. En svo sé ég þessa seríu og verð svona bara gríðarlega heillaður og
og sér líka bara að það hægt að gera hluti og hann svo mikið í því að leyfa fólki að velta fyrir sér hvað sélega í gangi og ég veit ekki, hefur þið séð Twin Peaks? Nei, en ég hef bara svona aðeins kynnt mér Lynch sko bara sem einstakling, mér finnst hann geggjaður. Já, hann geggjaður og hann náttúrulega listmálari í grunninn sko. En og fyrsta stuttmyndi mín, og því að þetta var tvítrangar í gamla dag á Stöð 2 sko, og ég gerði stuttmynd sem ég heit Hraundrangar, sem nú bara drangarinn í Hörgadal eða Öxnadal fyrir norðan, ég frá Akureyri sem sagt, og sem var með svona dvergum og tröllum og ég var eitthvað svona rosa mikið að pæla í þessu, ég og besti vinnu minn og þarna fer ég erlent fjármagn í þeirri mynd? Nei, það var ekkert fjármagn, ég var heppinn sko, besti vinnu minn átti pappa sem var myndatökumaður hjá RÚV og Stöð 2 þannig í gamla dag og við fórum okkar klippinámskeið og eiginlega bara eftir þessa stuttmynd þá bara var ekki aftur snúið sko, mér fannst þetta bara svo ótrúlega gaman. Svo bróðir minn í þessu líka og ég alltaf að fylgjast með þeim og hann í grúppu sem hét Filmumenn á Akureyri og Filmumenn urðu eitthvað svona smá frægt fyrirbæri á landinu og þeir gerðu svona stórar stuttmyndir sem sýnd í bíói bæði fyrir norðan og fyrir sunnan með rosalega svona flottum stöndatriðum, það voru svona 20-30 minna myndir en rosalega metnaðfullar og Sævar Guðmundsson sem fór fyrir þeim hópi í dag bara stór kvikmyndagerðarmaður í Reykjavík og hann einmitt að gera núna seríu COVID með Jóhannesi og og ég þegar þeir gerðu mynd sem hét Gas sem var tekin í Shell á Akureyri og þetta einhvern veginn bara YouTube þetta og getur séð tónlistamindband með Stebba Hilmars úr þessari stuttmynd og þetta var ótrúlega ambitious hjá þeim og þeir voru alltaf að taka upp á nóttunni og ég fór alltaf á nóttinni og sat þannig í klettum fyrir ofan sjoppuna og horfði á það og bara á nóttinni verið að vinna og bara, wow, þetta lífið maður. Vera bara eitthvað að vinna á nóttinni að gera einhverja bíómynd og eitthvað, mér fannst þetta allt eitthvað svo ógeðslega heillandi. Ég skil ekki alveg hvað svona heillandi við þetta og ég tengi við þetta og í götunni þar sem foreldrar mínir búa, bara, þú veist, þegar kom einhver kukldrukkur og var að taka upp einhverja auglýsingu eða þáttaserju í götunni, það var bara ekkert meira, maður bara beið eftir að komast heim úr skólanum til að sjá hvað var í gangi og bara eitthvað lið þarna að reykja sígarettur og ok, kött eitthvað og það var svo mikilfenglegt og allt einhver aðstoðarleikstjóri sem var brjálaður skilur og tímapressa og maður að horfa á þetta og maður bara wow, bara þú veist, þetta er magnað en samt bara verið að búa til eitthvað sem sýnt á einhverjum skjám og gleymist síðan. Þetta einhvern veginn, þess að áttæðum ekki á því af hverju þetta svona, hvað það sem heillar svona rosalega fólk að bara langi að byrja að vinna við þetta og jafnveg bara svona unga drengi eins og þig sko. Já, ég veit ekkert, maður sér allir maður sjá ekki einhvern svona maður sér eitthvað spennandi við þetta sem kannski maður áttast ekki alveg á fyrir en maður ferðangað að þetta náttúrulega getur verið drullu viðbjóðsvinna sko og minna það var alveg, og eins og í Svörtusöndum þá tókum við mánuð í næturtökum í mars og í byrjun apríl segi ég í sko biluðum kulda, í brjáluðu veðri á hverju einustu nóttu og það var allir gjörsamlega búnir á því og ég mani í einu tökunum þá þurftu að halda öllum græðunum, það voru 2 menn að halda á mónitornum fyrir mig og því annars myndi það bara fjúka, ég var með mann sem hélt í mig og svo voru að reyna að gera senu upp á dyrhólegi sko, þetta var bara algjörlega styrlað en það sem gerist sko að þetta 50-60 manna hópur sem vinnur saman, við vorum í tökum í 4 mánuði, þetta náttúrulega líka stemningin í grúppunni og þetta þú veist, hvað var það sem fekk sjómenn til að fara aftur á sjó, þú veist, það mun minna heillandi að vera á sjó en að vera kvikmyndagerðarmaður, þú kemst á allavega heimtíðin, en ég held að það hafi líka alveg verið bara svolítið stemningin, þú veist, að hitta kallana og kallast eitthvað út á sjó, þannig í gamla daga, sko, en þarna þetta bara, það myndast eitthvað svona hópurinn verður rosalega samheldinn og þetta kannski 2, 3, 4, 5 mánaða tímabil ég legg rosalega mikið upp úr því að þú veist, að hafa í raun og veru, þú veist, ég trú ekki á svona stjórnun ég trúi rosalega mikið bara á fólkið sem í kringum mig, ég reyni að fá það besta út úr þeim með því að treysta á þig og
það gefur mér svo mikið tilbaka og því að það verða allir svo jákvæðir í þannig umhverfi og ég er rosalega opinn fyrir hugmyndum. Ég vinn eiginlega bara svona eins og síastundum, ég fæ hugmyndir og bara, ef enginn er góð þá bara fer ég eftir minni, ef einhver er betri en mín þá tek ég hana, bæti henni við. Er það ofta að gerast, er það ofta að uppfæra hugmyndir á setti, sem sagt í tökum og svona? Já, ég geri það alveg óspart, en ég undirbý samt mig alveg hrikalega vel. Alveg bara ég... Sem sagt fyrir tökur, áður að fyrstu tökudagar á sér stað. Já. Ég með þess að vinn öll plön og allt, þetta er eitthvað svona Excel-geðveiki sem ég fer í gegnum mjög ólistrænt ferli, sko. Já, ég ætla akkurat að segja, þetta er svona ekki listamannalegt, sko. Nei, það er mjög ólistαμannalegt, en ég er samt með í Excel-dálkunum, ég er alveg bara með listamanns útskýringar og hvernig ég ætla að skjóta sinnur og hvað sinnan er og allt þetta. Þannig að ég og tökumaðurinn erum búin að vinna saman í marga vikur áður en við byrjum og svo er ég náttúrulega búin að vinna með þessum hópi eða bara síðan ég gerði vonastræti. Þetta er svona búið að vera svolítið sama grúppan. Þannig að þetta er svolítið bara svona allir að hittast og nú fyrir við annað. Þetta er svona mikið lið bara? Þetta er svolítið mikið lið, sko. Ég er búin að vera með sama tökumannin síðan ég gerði óróa, sko. Mér langar líka að spyrja út í það og þú ert ekki bara búin að vera með sama tökumannin síðan þú gerir óróa. Þú ert búin að leita svolítið í sömu leikara. Já, ekki þá ert alltaf með sama aðaleikaran, en svona, þú veist, það er smá svona svipað kast. Já, það eru sumir sem detta inn oftar en aðrir og kannski þá einna helst Steini Bakk, sko. Akkurat, já, ég voru að horfa hann líka, varst ekki hann Atli sem var í óróa, þú hefur notað hann eitthvað aftur eða ekki? Jú, hann hefur verið í minni hlutverkum, í öðru verkum, hann var ekki neitt hjá mig núna, en hann var í Lof mér að falla og svo náttúrulega er kannski svona stærsti brandarinn, en það er náttúrulega bara í bíómyndum að ég tengi öll verkin saman, sko. Fólk tekur ekki endil eftir því, sko. En ég geri óróa í vonastræti að þá er Gabriel sem Atli Óskar lék í óróa, þá er hann að vinna á bar í vonastræti og Móri segir einhvern svona við hann bara, Gabriel, þú skrifar þetta á mig og eitthvað svona. Nafngreinir hann, sko. Einmitt. Og í Lof mér að falla að þá erum við með, ég nota alltaf sama bankanafnið, þeim er Solon banki, hann er bæði í Lof mér að falla og í í vonastræti. Svo er Móri í einni senu í Lof mér að falla. Já, það? Þegar þau eru komin út til Spánar, eða til Brasilíu, þá eru þau á bar þar og þar bakvið situr okkar maður bara hella í sig. Þannig ég flög... Þetta droppa svona easter eggs út allt. Já, og það er gaman og meiri segi í Lof mér að falla að þá er senan mjög snemma í myndinu þar sem Magnea er í skólanum og þetta er mjög ruglingslegt allt saman og þá er verið að spyrja spurninga upp úr einhverju og það er í raun og verið að spyrja spurningar upp úr óróa. Já, meinar. Heimurinn meikar ekki alveg sens hjá mér. En svo er það eiginlega fyndnast að í vonastræti að þá segir útgefandinn hans Móra við hann í fyrstu sinni þegar hann er að tala um gömlu bókina hans, hann segir þetta er besta sem ég hef séð síðan að þú gerðir skrifaði Lof mér að falla og þá var Lof mér að falla ekki komin út. Þannig þú situr eftir eins og bara einhvern mastermind. Já. Með bara, þú veist, búin að pinna upp á korktöfluna, myndirnar og þráðinn á milli alls þar. Já. Wow, ok. En þetta er bara blekking, sko. Já. En það er samt gaman að búa til svona tengingar, sérstaklega líka bara horfið þín verk og svona geta, krossað þarna á milli. Já, mér finnst það mjög gaman. Og ég nota líka mjög mikið svona, ég er ekki trúaður maður, en ég notast mjög mikið við tilvísinir í þessa blessuðu bók okkar, biblíuna og ég tengi hluti oft saman með trúarlegum tilvísinum. Býtu útskýrðu frekar? Tilvitnanir í biblíuna? Já, og bara svona hluti í kringum biblíuna og til dæmis í Lof mér að falla, ég held þessi fyrsta sinni sem ég tala um þetta, að þá sem er reynda tilvísun í Pixies, en Pixies er að tilvísa í biblíuna að tala mannsins er 5, tala djöfulsins er 6 og tala Guðs er 7 og þetta er úr lagi
This monkey's gone to heaven og þau syngja þetta allt sem og þannig að við merktum öll hús alla strætóa, alla bíla, alla klukkur allt saman, annótt með þessum 3 tölum og það fór eftir því hvort að þessi heimsókn leiddi til þess að eitthvað gott eða eitthvað vont gerist. Nei. Og þetta í raun og veru eina vísbendingin hvað verður Magneu í lokasennunni og því að þá fer hún inn í herbergi og þetta eina skipti sem við sjáum töluna 7 og því að það í raun og veru Guð sem var eiginlega mín leið til að segja að þarna myndi hún deyja. Já, einmitt. Allt sem leiddi þau til glötunar var númer 6 í myndinni. Heldurðu að einhver staðar syngi þetta inn ómeðvitað hjá fólki? Ég held ekki, það hefur alltaf ekki gerst hingað til. Okay. En svona einhver, sko, já, það veist alveg með svona undirmeðutundar pælingar og svoleiðis. Kannski erfitt með 5, 6, 7, en þú veist, en allt hitt náttúrulega, þú veist, bara einhvers konar stemming sem verið að gefa frá sér og fólk að lesa ómeðvitað. Já, algjörlega, og ég nota kirkjutákn og þú veist, ég alltaf að færa stelpunar nær í raun og veru Jesú og það svona fara til Rio de Janeiro í lokinu og það styttan af Jesú fyrir ofan Flögstu Þorsteini þangað bara fyrir þá sinn? Já, við reynda feikum það sko Já, en við settum styttuna inn bara í VFX það í einnig sinn og keirar hann á einhverju mótorhjóli og þá sé styttan í bakgrunni en við flugum Þorsteini samt út til að skjóta þessa við skutum þetta alltaf Spáni sko. Ok, já, þannig hann fer út Já, hann fer út til að gera þessi En Ríó var í rauninni feikað Já, Ríó var feikað okay. En byrjuðu þessi kirkjunálgun, af hverju færðu þetta langaði bara að gera eitthvað samheldi listrænt í öllum þínum verkum? Já, og sko ég með rosalega stóra kirkjunálgun líka í Svörtusöndum og ég ætla ekki að segja hver hún fólk verður bara að fá að velta því fyrir sér Guðlærðir menn munu sjá þetta strax Já, ég vona það. Ég allan að ræddi við mjög guðlærðan mann fyrir Svörtusanda þegar ég var að ræða við hann þessar hugmyndir mínar og hvernig ég ætlaði að gera þetta og hann benti mér á hluti sem ég geti notað og eitthvað svona, þannig að það var mjög gaman. En sko, en af hverju Biblían? Ég meina, af hverju eitthvað svona kristilega nálgun og þú ert ekki kristinn maður? Nei, ég veit það, en sko þetta er bara svo frábært rit, það er svo klikkað og þetta er náttúrulega bara svo súrt að við höfum svona tilengað okkur þetta rit svona heiftarlega og þú veist, ef þú ferð að rýna í þessa blessuðu bók þá það er bara svo mikil geðviki í henni sko og það er svo gaman að skoða þetta og sjá hvað stendur hana raunverulega án þess að ég vilja fara eitthvað djúpt í það því að sko ég eiginlega svona gerði þetta viljandi fyrir mörgum ára síðan að fara í þetta ég á bróðir sem er í Hvítasunnu söfnuðinum og okkur lenti svo oft saman þetta sko ég var rosalega ósáttur þegar hann fór í söfnuðinn og hann var rosalega ósáttur við mig og þannig að við erum alveg góði vinnir og þetta er allt í góðu sko og það er alveg hann sem er búin að veita mér allar þessar ráðleggingar í gennum tíðina ég veit ekki af hverju ég sækja alltaf í þetta en sko það er bara svo næs að sækja í þetta út í að það er svo mikið af flottu stöffi hennar líka sko. Já, algjörlega það er svo geggjað sko. Og þetta er ekki bara ritið, þetta er meira bara eins og það, þetta er svona ég veit ekki hvort að ég sé að lesa það rétt en mér líður svona smá eins og þetta þegar maður fer inn í bara ótrúlega flotta kirkju Já. Þú veist, þetta er einhvern veginn, þú ert ekki komin ánga til að biðja en þetta er samt svo magnað Þetta er bara magnað. svona þvílíkur struktúr og bara byggingar eða bara listaverk sko. Þetta er það og maður einhvern veginn bara svona manni svíður að sjá alla peningan alla tíman og allt fólki sem hefur verið fórnað einhvern veginn í þetta sko og þetta er klikkuð saga sem fylgir mannkynnu í gegnum tíðina það sem einhvern veginn hrúa einhverju svona kallprestum og biskupum hafa stýrt heiminum í einhverju svona sýrðum veruleika en sem betur fyrir einhvern veginn að réttast úr þessu í dag og því ég heyrði í morgun einhverju viðtali einhver prestur að tala eitthvað já, þú getur ekki sagt að það sé eitthvað kalladæmi við til dæmis, það er fyrsti kvenbiskupinn akkurat, það er fyrsti kvenbiskupinn þannig að þetta er svolítið svona karlægur heimur sem er búin að vera hirða peninga og misnóta valdseti í mörg ár þetta er grilladæmi sko
en þetta viðtal átti aldrei að fara út í þetta sko. Nei, en ég er samt líka, það alveg hægt að fara í bara út af því þú ert náttúrulega að segja sögur í grunninn, það Já. bara, ef maður ætlar að einfalda þetta rosalega, og biblían bara með allar sínar, hvað kallar maður svona the arts, bara söguörkin söguörkin, einmitt, þú veist, ég meina það er hægt að styðjast rosalega við þetta rit, bara, þú veist, þú getur örugglega fundið samnefnar í þessum sögum við bara Stranger Things eða Svörtusanda eða hvaða nú sko. Já, algjörlega, það er bara í E.T. og Star Wars og öllu sko, þú veist, þetta er Er Hero's Journey eitthvað svona, er eitthvað verið að fara í biblíuna þar? Rekja það þangað? Ég myndi halda það sko. Eða? Já, akkur ekki. Ég hef ekki kikt í biblíu, sko bara byrjum þar, ég hef ekki kikt í biblíuna, en ég heldur ekki kikt að þangað með það svona fyrir stafni að finna það sko. En svo er náttúrulega biblían er ekki bara sagan um Jesú, biblían er náttúrulega svo margar sögur og spannar mörg hundur ára eða þúsundur ára sko. Einmitt. Þannig að það er alls ekki ein sögurk í þessari blessuðu bók sko. Nei, einmitt. En sko, mér finnst mjög skemmtilegt það sem mástu tala með þetta teymi sem að þið farið svolítið og þið eru öll að fara að harka saman og þess að sé nætutökur í mánuð og allt svona, bara þið farið út á sjóin bara og en þú ert alltaf með, þú veist, veistu þegar þú ert til dæmis að fara inn í Svörtusanda eða þegar þú fórst í Vonarstræti eða Lof mér að falla, veistu hvaða krúðu þú ert að fara að vinna með? Þetta er alltaf, veist, sama, er það út af því að þú sem einn af starfsmönnum eða eigendum Glassriver safni saman sama teiminu eða... Já, ég kynnist þessu fólki áður en ég stofna Glassriver og ég held að það sé bara, ég set mig alltaf í sambandi vel áður fyrir tökur við það fólk sem mér langar til að vinna með. Þannig að þú farð að ráða með hvernig þú ert að fara að vinna? Já. Ég skil. Og mér langar bara að búa til umhverfi í kringum mig sem mér líður illa það sem mér líður vel ætla ég að segja, og þeim líður vel. Það er produktífastur þegar þið líður illa. Já, mér líður bara hræðilega. Hvað að búa hann umhverfi til sko. Listin rís út úr þjánungunni sko. Já, akkurat. Einmitt. Nei, ég hef ekki trú á þessu þjánungakjaftaði sko. Nei, það? Nei, eða þú veist, maður er búin að þjást nóg ævina, þannig að það er bara fínt að líða rosalega vel í vinnunni sko. En svona hvað innblástur var þar? Ég meina að þú veist, þú þarft að fá hugmyndir og þú þarft svona, og það er svolítið erfitt að stjórna því hvenær maður ættar að fá góða hugmynd. Já. Og mér finnst líka bara áhugavert að þú ert að tala um eitthvað svona biblíu og svona og bara glugga í þetta og þetta er svona kröftugt. Hvar horfir þú svona á innblástur og bara þín störf? Já, sko, allar þessar biblíutilvísanir og það er alveg, það kemur svolítið síðast af öllu. Ég hugsa ekki hugmyndir út frá því sko. Þetta getur verið alls konar. Sko, Vonarstræti til dæmis er í raun og veru 3 ólíkar hugmyndir og var í upphafi 3 mismunandi handrit. Sagan af Móra kom fyrir mörgum ára síðan, ég held að það verið 2005 að þá satt ég hjá vinkonu mömmu minnar sem er svona eldri kona og hún hafði mist barn 35 árum áður. Ég er búin að þekkja þessa konu alla mín ævi og hún spyr hvort ég reyki ennþá, þá er ég hættur að reykja og ég bara nei, ég reyki ekki, en ég hafði ekki hugmynd að hún reykti, ég er samt búin að þekkja hana alla ævi og ég bara, byrju, reykir þú? Hún bara, já, bara svona slæmudugunum og hvað eru slæmudaganir? Og þá sagði hún, já, það eru daganir sem líður sem verst frá því að, þú veist, það er dagurinn sem líður eins og daginn eftir að barnið hennar dó. Og þetta var 35 ára seinna og ég hugsaði bara, er sársökin í dag jafn mikill og sársökin þá? Hún sagði já, bara nákvæmlega eins. Það hefur ekkert breyst. Og þetta tími lækna sár og allt þetta er bara kjaftaði. Þetta er, þú lærir að lifa með þessu og partur af því var að kannski fá sér eina réttu og gera eitthvað svona til að dreifa huganum og eitthvað. Og þetta var kveikjan af Móra. Að búa til personu sem við sjáum að hann hefur bara einhvern veginn, alveg frá því að barnið hans deyr, að hann þjáist ennþá jafn mikið og daginn eftir að barnið hans dó. Og bara hvernig manneskja verðuru ef þú tekur ekki á þessu. Og þá fóru þessar sögur einhvern veginn í kringum Móra að verða til og ég var lengi að mjalla með þessa sögu eiginlega bara alveg frá 2005 til 2010-11 þá var ég einhvern veginn ennþá að reyna að gera eitthvað úr þessu. Svo var það hrunið, þá kom svona sagan Sölva sem Þorvaldur Davíð lék, sagan Eik sem Hera lék, það var bara saga sem ég heyrði barnapíu sem hafði
verið svona kassír fyrir vændiskonu einhvern tímann in the 80s og sagði mér bara einhver svona svakalega sögu af því og þetta kveikt einhvern svona áhuga hjá mér á þessu sko, og því að það ekki tilneitt held ég sem heitir hamingjusama gleðikonan sko, þetta bara þannig að ég fór einhvern veginn svona kafa ofinn í þetta hvaðan kemur þetta og svo þetta líka tekið upp úr fjölskyldinu minni og þetta tengist allt misnotkun og þetta varð alveg sko, ég var alveg komið með nánast bara bíómynd upp úr þeirri hugmynd áður en ég fór að síðan tvinna þessu saman en ekkert að þessu þú veist að varð góð bíómynd ég var bara svona, hvað málið svo kynnist ég Bigga í Maus og hann segir eitthvað við mig bara, mér langar svo að gera bíómynd mér langar svo að skrifa og ég bara, já, hérna eru sko 3 hugmyndir getur þú hjálpað mér að púsla þessu saman í eina Já, þannig þú vissir að langa að púsla þessu saman Já, mér hefur alltaf langað til að gera alveg svona fullkomlega svona mósækmynd þar sem eru bara mismyndi sögur Já. og ég hef aldrei tekið skrefið alveg til fulls ég að gera það núna ég að þróa handrit með Elias Kofod Hansen þar sem við erum bara að segja 4 mismyndi sögur í einni bíómynd ég gerði þetta alveg fyrsta skref í Óróa það voru svona 3 karakterar þó að Atli Óskar hafi verið svona aðalkarakterinn gekk lengra með það í Vonarstræti og núna í þessari bíómynd sem við erum að þróa þá svona tekið skrefið og þá held ég að ég sé búin að pröfa þetta til fulls að gera svona svona mósæk eða svona assembly mynd sko. Hvaða mynd hver svona mér finnst þess, ég bara man ekki hvaða mynd það ætti að vera en sem, það einhverjum svona risastórar Hollywood blockbuster myndir sem hafa náð Já, meina ég var náttúrulega mjög svona inspired af Magnolia eftir Paul Thomas Anderson ef þú ekki séð hana þá myndi ég bara kíkja á hana sko. Já, ég þurfti að gera það. Var ekki líka einhver með Tom Hanks frekar nýleg Ertu að tala Atlas Cloud Atlas Já. Við erum að tala þá stemmingu eða? Já, en svona kannski meira þú veist, eins og það önnur mynd sem heitir Babel Já. sem svona tengi svona thematíst söguna tengjast líka endilega en það svona einhver svona thematenging á milli þeirra og eitthvað Ég skil Þannig þú ert svolítið vakandi fyrir því bara farandi gegnum lífið, þú ert bara svolítið leitandi að söguþráð, bara eins og þú hittir þessa konu sem þú náttúrulega þekkt hana allt í líf og allt það en þú heyrir hana að segja þetta og þú hugsar, herri, þetta saga Já, og þetta er allavega þetta eitthvað, get ég fundið sögu við þetta sko og stundum heyrir maður sögur fólk hringir mjög mikið í mig og sendir mér e-mail og sendir mér bréf og ég fæ alls konar í dag það er alltaf verið að segja mér sögur fólk vill segja söguna sína sko. Wow, í alvörunni? Já. Og bara óumbeðið, þú ert ekkert með eitthvað símanúmer sem á að hringi Nei Fólk bara heyrir í þér? Já, fólk bara gerir það bara hringir í mig og ég hef alveg fengið sko, bara allt svakalega sögur sko. Ég hef ekki ennþá gert neitt með þetta sko. Og ég er ekki að biðja þetta núna sko, með þessu, að segja frá þessu en og eiginlega bara síður og svo, því að það getur alveg verið bara svolítið erfitt sko, stundum að hlusta á þetta eða lesa þetta og ég alveg fengið sko sögur sem eru bara svona ég hefði alveg viljað sleppa að heyra þær sko. Ég skil. Þetta alveg bara heavy dæmi sko. Einmitt. Fólk vill sjá söguna sína sagða Já, en það er yfirleitt sko af réttum forsendum, þú veist, það er að reyna að vera einhvers konar vítið varnaðar, þú veist, fyrir aðra þú veist, Lof mér að falla er náttúrulega sko 100% byggt á frásögnum sko, það er í raun og veru sko týndu stelpunar fram á DFF sem kveikir þá hugmynd ég gerði mér ekkert grein fyrir hvað það var því ég sá þetta fyrst, því ég var alltaf að sjá þessar stelpur ég vissi ekki sögun þeirra eitthvað þetta bara vakti áhuga minn út í að þær voru svo oft og það voru oft sömu stelpunar og maður svona, ok, hvað ætli sé að gerast þarna og í þessari vegferð þá kynnist ég Jóhannes Kauer og þá var hann nýbúinn að missa dóttur sína og hann segir mér söguna hennar og ég er alveg bara svona eyðilegur sko fyrir einhverja slistni að þá er ég nei, þetta er náttúrulega alls ekki slistni og því að þá segi ég förðunarfræðingnum sem ég vinn alltaf með henni, Kristínu Júlu þessa hugmynd að ég sé að spá í þessu að gera mynd
svona stelpu og þá þekkir hún þá var vinkona hennar frá Keflavík bara mjög frægt svona dæmi og því að það var gerður rosalega stór grein hana og dæmi, það var mjög mikið fjallað þessa konu svona in the late 90s og því að sagan hennar var alveg skelfileg og það var svona held ég svona fyrsta alvöru svona opnun á þessa umræðu á Íslandi Umræðu þá, ertu að tala bara heim kvenna í fíkniefnaneyslu okay. Hann bara svo ólíkur heimi kalla og hún segir mig frá henni og ég set mig í samband við hennar fjölskyldu og þá hafði hún skilið eftir dagbók og dagbækur og mamma hennar Kristínar Gerðar, hún sko vissaldri af hverju hún bara brendi ekki þessar bækur, hún tók sitt eigi líf sko en hún hélt einhvern veginn í þessar bækur og á endanum þá fekk ég bækunar ég og Biggi og við lásum í gegnum þessar dagbækur sem var langstæsta sögusviðið í myndinni sko en þetta var oft bara svona mjög eyðileggjandi lestur og það sem meira og ég veit ekkert hvort það var rétt eða rangt að þá finnst mér við hafa á einhver skrítin hátt dregið úr frekar en að segja alveg allt og því ég svona ég held að áhrifum hafi oft verið mjög ofboðið þegar þau sáu Lof mér að falla en ég gat ekki farið alla leið í sumum sinnum sko það var bara of mikið þannig að þetta var bara erfið það var erfitt að gera þessa mynd sko Hvað svona rekur þau ekki líka bara á svona ákveðna siðferðislega veggi út að þú ert með alvöru sögu þarna sem ég í rauninni vissi ekki, ég held kannski að mér finnst þess að við vorum að tala þetta sem bara þú að búa til eitthvað hugarheim og allt þetta en síðan bara kemur ljósa þú ert með alvöru dagbækur sem að þú væntanlega ferð að lesa upprunlega eintök eða hvað sem náttúrulega bara mjög sterk tenging í rauninni og svo ert þú að búa til einhvers konar bara skemmtiefni, afþreyingarefni úr því og þú veist, einhvern veginn fjármögnunin á þessu, ég meina þú veist það eru peningar í spilinu, hvað selur ekki ekki það maður ekki að finna einhverja línu þarna og ég meina kemur bara líka niður á því bara hvernig einstaklingur þú ert, ég meina þú veist það eru margir sem bara fara bara, nei, þetta er bara monetæsa þetta allt saman sko. Já, algjörlega, nei þú veist, ég að sko, minn hugur og mitt hjarta kemur sko, þú veist, ég vil segja sögur þar sem fólk fær eitthvað út úr þú veist að það að fólk geti skeggrætt myndina komið til mín og sagt ég hafði aldrei áttað mig á þessu fá nýja sýn á þessar stelpur sem voru alltaf að týnast vera ekki að dæma bara þetta fólk sjá það að alkoholismi ekki val sjá það að eiturlyfjaneysla ekki val að skilja rótina að vandanum það frábært ef að það gerist í gegnum afþreyingu og því að það næri ekkert betra til fólks en afþreying kynningar myndbönd þú veist, ég var ekki að gera þetta í einhverju forvarnaskyni ég vildi bara segja góða alvöru sögu og sína svona þetta þetta það sem við erum ekki að tala þetta það sem við erum ekki að ræða Bogi Ágústsson bara að lesa fréttir á meðan þú ert að borða kvöldmantinn og þá þetta að gerast í einhverju húsi og það finnst mér vera mikilvægast af öllu og ég hlustaði oft á útvarpsþætti og samtöl fólks að tala myndina mína þegar hún kom út á sinni tíma það var mjög mikið rifist forvarnagildi myndarinnar það voru margir sem sögðu að þetta hefði ekkert forvarnagildi og ég get alveg verið sammála báðum aðilum það verður náttúrulega bara að vera val hvers og eins það engin tilneitur til að horfa á þessa mynd en ég tala samt við fullt af fólki sem hefur hort á myndina með unglingunum sínum og það hefur komið út úr því Jesús, ég ætla aldrei að fara þessa leið í lífinu sko. Það kannski líka áttu því að in the 90s þegar svona myndir voru gerðar til dæmis eins og Trainspotting sem hafði mikil áhrif á mig en hún hafði ekkert góða áhrif á mig út af því að þetta var pínu svona holy shit, þetta svolítið geggjað Já, einmitt spennandi Já, þetta getur verið smá spennandi auðvitað
er alltaf eitthvað spennandi þegar þú ert að stíga inn í nýjan heim og þú ert að kynnast nýju fólki en ég vil allavega trúa því að við höfum málað heiminn þannig að þetta er ekki spennandi sko, og því að alltaf snýst þetta fyrsta sopan, fyrstu snertinguna, fyrstu ákvörðunina þannig að það er alltaf einhverstaðar liggur ákvörðun einhverstaðar en ákvörðun getur verið tekin út frá mismundi bakgrunni þannig að þó að þetta sé val á þeim tímapunkti þá kannski samt þetta ekki val út af því að þú getur verið með undirliggjandi kvíða getur verið með undirliggjandi ótta við eitthvað og þess vegna er valið og við reynum að teikna mynd af Magneu sem virðist koma bara, þú veist, þetta er bara venjuleg stelpa, gengur vel í skóla en það er samt brotin fjölskylda bakvið og þú veist, það eru 2 fjölskyldur og það er eitthvað svona í gangi og hún er eitthvað svona pínutýnd og þess vegna tekur hún þetta val en kannski var þetta samt ekki val þetta var leiðin hennar til að flýja eitthvert einhver flótti og því að eiturlyfin, þú veist, það er ekki ein uppskrift af krökkum sem fara í þessu leið þetta er bara alls konar algjörlega, en þú nefndir þarna forvarnavídeó og hérna, sko, hvað er það sem að forvarnavídeó hefur ekki, skilur, þú veist, þú sér fyrir þér eitthvað svona forvarnavídeó byrja að spilast og bara allir krakkarnir eitthvað, þú veist hvað er að fara hérna versus það að bara fólk sest fyrir framan sófan, bara búið að poppa og allt saman og bara ég er tilbúin til að horfa á einhvern síga niður í neyslu hérna skilur, hvað er, þú veist, og þá er alltaf að tala hvernig saga er uppbyggð, húk og allt þetta og kannski svona aðeins leggjum til hliðar bara raunverulega það sem gerðist og á hverju þetta er byggt en bara svona hvernig nærði einhverjum til þess að horfa á einhverja sorgarsögu, skilur, hvernig þú þarft að byrja þetta rétt, sko Já, einhvern veginn hitt ég mann sem var að fasteignasala sem sagði við mig ert þú þessi Baldvin? Bara já, þú ert þess að gaurinn sem að láta helmingin, 50% af Íslandi líða illa þessa daga Já, einmitt, sko, veist það er að hægt að horfa á þetta svona en hérna, láta líða illa Já það er, þú veist, auðvitað tilgangurinn ekki að láta fólki líða illa en hérna, en ég líka með þá filosófíu að mér langar að mína myndir veki tilfinningar í bara hvernig sem þær eru, hvort sem þær eru vondar eða góðar Akkurat. Og hérna fólk nú líka bara að sækja smá eftir því bara aðeins að hreyfa við hversdagsleikanum sko. Já, algjörlega en sko hversdagsleikin er líka skelfilegur sko. Þannig að það er það er ekkert óraunverulegt við myndirnar mínar sko. Það er það skrýtna við það og til að eiturlyfja neysla er líka hversdagsleiki hjá sum og hérna ég kýs bara að segja sögur sem eru aðeins dimmar en aðrar og það eru aðrir sem kjósa að segja sögur sem eru aðeins bjartari en aðrar og hérna ég veit það ekki, mér er bara eitthvað rosalega mikið mun að fjalla þessa hluti og ég er kannski sjálfur í leiðinni að reyna að átta mig betur á lífinu oft fer ég að fjalla hluti sem ég skil ekki sjálfur og vona stundum að ég endi með því að skilja það betur ég og bróðir sem er alkoholisti og einhvern veginn því ég búið með þetta ferli að að þá einhvern veginn svona áttaði mig á því bara, já, ok, þú veist, þetta er sjúkdómur, þú veist, þetta er raunverulegu sjúkdómur. Hann ákvaði ekki að vera alkoholisti, sko. Það gerir það enginn. Þú veist, það er eins og að þú ætlar að ákvaða að vera krabbameinssjúklingur eða með geðsjúkdóm, sko, þú veist, þetta er bara, já, þannig að það er gaman að þetta er kannski svolítið dýr og flókin leið til að reyna að skilja hlutina betur. Já, en þetta er þannig að það má líka alveg horfa á þetta sem bara einhverja svona tjáningu fyrir þér líka. Þú veist að þín sál er á bakvið hvert verk. Já, 100% og það er alltaf eitthvað líka bara frá mér í hverju verki sem ég geri. Og ég held að það sé ekkert annað hægt en að þetta sé manni einhvern veginn nærri. Og veist, í Svörtusöndum er það svolítið svona þöggun og fjölskylduleyndarmál. Það er svona hjartað í seríunni sko. Og ég hef verið heillar af þöggun og fjölskylduleyndarmálum alla mín ævitíð, ég kemur þannig fjölskyldu. Og þannig að ég var að vinna með þetta í Vonarstræti, ég er að vinna þetta núna með þetta í Svörtusöndum og þetta þöggunar fyrirbæri sem er náttúrulega sko afsakið. Þú veist bara byltingin sem er í gangi í dag að konur eru að rísa upp
og hérna bara, herðu, strákar hættum þessu, förum að vera kurteisir það bara búið að þagga þetta niður og við höfum bara einhvern veginn reynt og ég skil alveg að þú veist, konur eru núna að öskra eftir samtali við kallmenn og þegar við svörum með því að reyna að gera lítið úr þessu og koma með svona skrítin komment og því að þú veist, þær eru bara að biðja samtal á mjög eðlilegum nótum að ég skil að það öskrað á móti ef að svarið slakið nú á og því að það bara löngu komin tíminn á þetta samtal Já, einmitt þetta en það búið að þagga þetta niður svo lengi og hérna hvað meinar með samt þöggun? Þú veist, hvað horfið þú á og þá þöggun getur náttúrulega verið alls konar en þú veist, tökum bara ég ætla ekki að taka neitt dæmi en ég ætla bara að búa til dæmi stelpa sem stígur fram fyrir 20 ára síðan segir frá einhverju og hún hvött til þess grjómundabrundir þetta þöggun einmitt. Alveg eins og innan fjölskyldna og alls þar, þú veist þetta kemur sér illa fyrir gerandan, þetta kemur sér illa fyrir þennan, þetta kemur sér illa fyrir okkur við viljum ekki líta illa út það bara búið að vera svona systematically að þagga niður í konum hvað varðar þessi mál þær eru bara að biðja samtal og það í raun og veru bara að biðja okkur að vera kurteisir þetta er ekkert mikið flóknar en það en við erum bara eitthvað og bara tilverður einhver svona sturluð meðverkni inn í svona fjölskylduminstrum og hérna, þetta er ekki rætt, þetta er ekki nei, og svo náttúrulega bara kynslóðbil á fólki og þú veist, við erum þú veist, foreldrar okkar voru kannski svolítið mikið lokuð við erum svona að reyna að opna það og við erum að horfa á börnin okkar vera miklu opnara og ég held að við séum bara alltaf á betri og betri leið með að tjá okkur og tjá tilfinningar og opna samtöl og hérna og við bara, þú veist, og þessar byltingar eru alltaf að gerast aftur og aftur og menn það var risastórt mál sem opnaði síðan árið 2010 út af kaþólsku kirkjunni 10 árum áður var reynt að opna það mál en það var enginn tilbúin að tala það þá svo kemur eitthvað svona ferli og 10 ára seinna þá stóð fólk upp og bara herði, jú, það voru skrýmslið þarna og hérna Er það Spotlight eða myndin? Nei, ég að tala Ísland sko Þú að tala Ísland? Já, ég bara að tala Séra Georg og Margréti Möller sko okay. sem var bara frækt mál hérna fyrir 11-12 árum síðan sko. Já, ok, ég verður ekki alveg nú vel og svo lítill þá. Já, ég bara setti mig ekki alveg inn í það mál sko. En ég held að vera að tala Spotlight sko, hún held ég eitthvað aðeins seinna sko. Já, ég man ekki hvenær Spotlight gerist á hvaða árum en þú veist, þetta ekkert ósvipað skilur, þetta náttúrulega sama Nei, já, ég hugsa líka sko, þar hérna vopnið í þeirri bara gegn þöggunni, það bíómynd Já eða skilur, það hérna sjónvarpsefni eða hvað sem maður segir sko, það bara einhver framleitt efni, leikið efni og meina, ég hugsa að við getum ég hugsa að bíómyndir hafi bara oft gert ágætisgagn hvað þetta varðar sko og maður svona sér allt í einu hina hlið á einhverju sögu sem maður búin að vera þú veist, ég alltaf býð eftir að einhver gerir mynd Monica Lewinsky sem svona fyrsta fórnalamb svona þú veist, það sem hún bara tekin af lífi á netinu og hérna og það verður bara svo áhugavert að fara inn í hennar hlið á málinu og sjá bara almennilega bíómyndu það ég reyndar, sá einhvers staðar daginn að væri verið að gera sjómaseríu eða eitthvað upp úr þessu, ég er ekki alveg viss en hugsa þar var sko kall sem var sko forseti Bandaríkjanna þú veist, það bara og bara sagði fyrir framann þú veist, alþjóð bara ég stundaði ekki kynlíf með þessari konu Nei, einmitt en hann sem betur fyrir viðurkenndi það að lokum sko en ég hefði nú haldið að væri eitthvað svona kannski bara ekki búið að finna vinkilinn á það að gera eitthvað gott efni sem að fólk horfa á þarna en þú veist þetta þannig alltaf og aftur að þú veist hérna sko hulinn heimur fíkniefna og allt þetta fyrir mörgum hann bara gjörsamlega hulinn sko og, veist, og þess vegna tala ég hversdagsleikan á hann út af því að þú veist þetta er ekki þinn hversdagsleiki að sjá einhverja fíkniefna neyslu eða bara leiðast út í einhverja hérna bara slæma stað þú veist þannig að hérna það þarf að vera eitthvað svona svolítið góð andstaða við
sjálfa þig til þess að hafir gaman að því að bara svona aðeins að dýfa tánum í innan heim, skilur. Já, þú ert verndaður við, af þessum skjá sem þú ert að horfa á, sko. Já, auðvitað og auðvitað finnst fólki, þú veist, þetta vekur náttúrulega áhuga og forvitni að fá að skyggnast inn í hann heim og það er gaman að geta sýnt eitthvað þannig. En ég man samt sko upplifunina sko þegar við frumsýndum Lof mér að falla og við stóðum hann upp á sviði og sko stemningin var rosalega þung eftir frumsýning. Já. Og fólk var alveg að klappa en það voru allir bara útgrátnir og eitthvað. Svo þegar stelpunar Elín og Jesús minn Eyrún, nei, hvað er að mér? Stólugur þér. Það gerist oft í svona podcastum, maður veit ekkert hvað maður er að segja allt í hennu. Já, allavega. Þetta er fyrirgefið. Já, stelpur því fyrirgefið mér, ég er bara eitthvað svona má og blackout í hérna, en þær stigu fram, ungu stelpunar, sem léku ungu útgáfunar, og Eyrún Björk og Elín Sif, sko. Og þegar þær stigu fram, ég sá bara hvað fólk hafði bara, það gjörsamlega brotnaði við að sjá þær bara sætar og fínar. Já. Bara þarna eru þær, það er allt í lagi með þær. Ég veit að Birna Rún hefur lent í einhverju svona, hún lék hjá mér í Case, þar sem hún lék fíkil og hún var einhvern veginn út í búð og það kom kona og stoppaði fyrir framan hana bara, það er allt í lagi með þig. Einmitt. Bara, já, það er svo gott að sjá þig hérna og það sé allt í lagi með. Þannig að fólk er greinilega að investera, að virkilega fara inn í verkin sem gleður mig óendilega mikið að fólk sé tilbúið að fara svona langt inn í verkinu og lifa með þeim og en auðvitað er alltaf gaman að sjá eitthvað sem þú þekkir ekki, sem er ekki þínu hversdagsleika. Hvernig líður þið þá sem einstaklingurinn sem að svona portrayar þetta, sem að ert að reyna að sína inn í hennan heim og þú kemur ekki beint úr honum sjálfur, er aldrei svona smá efi en þú samt sko, út af því að segja svo ofta að þú vinnur með fólki sem að veit hvað það er að tala um, Já. bara það sem vorum að tala um kirkjuna áðan eða Ragnar lögreglumaður eða þú veist, að svona, hvað segir maður, bara fólk sem fact-checka þig sko og bara passar að hlutir séu rétt gerðir en þú veist, þegar þú ert að snerta á svona bara erfiðu málefni og ég meina bara, ég get alveg trúið að séu margir sem bara hafa ekki vilja að horfa á Lof mér að falla eða þitt efni bara út af því það er ekki, tekur ekki góðan stað. Er aldrei einhver svona, þú veist, það ekki efast aldrei sjálfa þig bara þegar þú ert að reyna að sína frá þessu, einhverju sem þú þekkir ekki? Kannski þekki meira, þú veist, ég er mun kunnugur í þessum heim en heiminu sem ég er að gera í Svörtusöndum. Ég hef aldrei verið við lögreglustörf og þar er ég alveg bara einhvern veginn hérna. En eins og í Svörtusöndum og í Lof mér að falla að þá tók ég viðtöl við nokkrar stelpur, bæði núverandi fíkla sem voru fíklar og meðan við vorum í tökum, líka stelpur sem höfðu náð sér og það var ein stelpa með mér mjög oft og hún leitt okkur í gegnum allt og hún sagði mér ef þú tekur þetta og síðan þetta þá er áhrifin þetta og þannig að hún var með okkur í öllum stóru partísinnunum og var alltaf bara ég myndi nota þessa nál og þessa sprautu. Jú. Þannig að þetta var alveg þú veist, alveg eins og í lögguseríunni þá vildi ég hafa þetta eins rétt og hægt er. Sjálfur hef ég farið í alveg svæstnustu partí sko. Ég náttúrulega var úlingur in the 90s og það er sturlaður áratugur. Sérstaklega á Akureyri, það sem vart. Já, þetta var allt í tómurugli hana sko. Þú varst náttúrulega sko in the 90s, þá varst þú tónlistarmaður. Já, ég var í Þungarokks maður. En það ert í Guns N' Roses ból hérna fyrir fram mig. Já, einmitt. Er það Þungarokk samt? Já, ég meina þú veist já, ég einhverju skilningi en þetta eitthvað svona afsprengi af glamrocki sko, þeir tók þetta á aðeins annar level sko. Já, alvöru þungarokkar myndi ekkert gúttir að það Guns N' Roses væri uppáhalds þungarokksbandið þeirra. Nei, ég veit það en alvöru þungarokkar meta samt Guns N' Roses. Já, sjálfsög, já. Ég heldur bara svona aðeins positiona þetta sko, ég er náttúrulega bara, ég fíla bara Paradise City og ekkert annað sko. Já, nei, það er mitt fyrir mun dýpra sko. En þú varst í Toy Machine sem hét eitthvað áður, hétur hún ekki eitthvað Gimp? Jú, vel gæst, gott research. En var þetta svona þungt í dæmi eða?
sem sagt Gimp var svona einhvers svona rock hljónsveit sem var að spila á böllum og eitthvað og við vorum alltaf í hléi eða hitta upp fyrir einhverju hljónsveitir Ekki þungarrock eða? Nei, þetta var meira svona bara gentle rock fyrir fólk við hittum upp fyrir Land og Sinni og Sáluna og eitthvað, þú veist og þetta var mjög gaman gerði þetta alveg í svona heilt ár og gáum plötu sem fekk sögulega verstu dóma ég held að engin plata hafi fengið eins vonda dóma og þessi plata sem við gáum út það afrek 1997 kom út plötudómur Crippled Plaything sem var platan okkar og fyrirsögnin var fallengun og mynd af okkur 4 brosandi alveg út á eyrum, illánaði með lífið og þetta var svo vond grein að sá sem ritaði greinina hann bað okkur afsökunar nokkrum árum seinna sagði að hann kannski aðeins tekið okkur og mikið í bakari þannig allir gagnrýnendur eru náttúrulega á vondum stað sjálfur sko já svo þróaðist þetta og við bættum við meðlimi og við ákveðum að fara að spila tónlist sem við vorum meira að hlusta og hættum þessu ballurugli og vildum bara verða svona tónleikaband og byrjum að spila svona rock sem var í gangi á þessum tíma þetta var svona Deftones, Korn eitthvað í blandi við Rage Against the Machine og eitthvað svona, það var svona inspirationið okkar vorum eiginlega bara drullu fínir sko Varstu þarna bara, musician, ég ætla bara að vera tónlistamæður Ég sagði alltaf við þá að þetta yrði bara tímabil og því að ég ætlaði að verða kvikmyndagerðarmaður það var svona brennimerkt í þér já ég var alltaf mjög ákveðin í því svo spilum við á fyrstu Erfishátíðinni 99 og þá fáum við bara stóra breykið og við erum bara farinir út í Bandaríkjana og erum að fara að spila á tónleikum með einhverju 6-7 öðrum böndum og þetta var bara svona plötu útgefenda kvöld það sem voru ekkert nema fyrirtæki að horfa og þetta var bara okkar stóri séns við vorum hann út í 10 daga og ég ennþá að prósessa þessa ferð og ég að hvetja strákana núna til að senda mér sínar minningar úr þessari ferð og því að mér langar til að gera bíómynd úr þessu einhver tíman þetta eitthvað það mesta fíaskó sem ég nokkuð tíman lenti í sko og var til þess að bróður minn sem var með í ferðinni, hann fekk taugaáfall og umboðsmaðurinn okkar fjall eftir 17 ára edrumennsku og við bara við vorum bara 18-19 ára gaurar í New York í tómri vitleysu og klúðruðu þessu royally bara gigginu eða öllu og gigginu líka sko við vorum hræðilegur á gigginu bara eftir sukk og svínar í 10 dagar Voruð þið svona viltir eða? Þetta var sko það var einn vinur minn hana í þessari ferð sem var að vinna hjá okkur sem hljóðmaður eða 2 en sérstaklega einn sem var edrú allan tíman og einn sem var edrú allan tíman já, skynsamur vinur minn og hann sagði við mig daginn því ég spurði hann, ert þú til að skrifa þína upplifun á þessari ferð? Og hann sagði bara já. Þannig þú ert í alvörun að prósessa þetta ekkert grín? Ég ekkert að grínast. Okay. Sko, það var sko sálfræðingur minn sem benti mér á það að ég var einhvern veginn að ræða við hann af hverju í öllum myndunum mínum þá fer alltaf einhver til útlanda og allt fer til helvítis. Þetta gerist í Óróa, Lommerfalla og Vonarstræti. Og og þegar ég búin að segja henni þessa sögu, bara, já, wow, sérðu teikinguna. Og þú varst ekki búin að sjá hana fyrir? Mér fannst þetta bara, mér fannst ég alltaf verið að gera eitthvað nýtt, en svo bara þegar ég er búin að gera þessar 3 myndir, bara, wow, ég gerir þetta í öllum myndunum. Það fer einhver til útlanda og allt fer til helvítis. Og það fór svo sannlega allt til helvítis og bandið eiginlega hætti eftir þetta og einhverju töluðu ekki saman og eitthvað svona bull. En svo ákveðu að hrista okkur saman og því að við fengum eitthvað tilboð og við áttum að gera plötu og það var einhver pródúser hana úti sem vildi vinna með okkur og við fórum í stúdíó og byrjum að æfa og fyrir það en svo bara hættir bandið rétt áður en við förum í stúdíó og því við bara fundum það að við kláruðum greinlega bensínið í þessari ferð sko. Þetta mér finnst smá komist að heyra þessari ferð og þú lýsið svolítið þannig en þetta hefur verið eitthvað Þetta var disaster, alvöru disaster bara, þú veist, menn bara að sleppa beislinu í Bandaríkjunum og jam og bara rock eða? Já, þetta var sko
þú veist, ég veit ekki að fara frá Akureyri til New York já, og því að þessi vinu minn sem var edru allan tíman, hann sagði þú veist besti vinu minn á þessu tíma en í þessari færð varstu ömurlegur út í því að mér leið held ég eins og ég væri ósigrandi sko og ég held að við höfum allir verið það við vissum að við vorum að fá athygli frá okkurum aðilum og við vorum bara í einhverju ego-trippi hann úti ég lærði það þarna að nobody gives a fuck þú veist, það er öllum drull þig alveg sama hvað er sagt við þig bara þú ert næsta þetta er svona ef það klikkar þá er hann ekki að fara að púka upp á þig skiljur, þú ert bara sætasti strákurinn í bekknum á meðan þú ert sætasti strákurinn í bekknum ef þú klúður á því, þá bara ertu það ekki lengur sko. Og þarna bara spiluðum við þetta kvöld og við klúðurum því og við sáum bara vonbriðin í andlitunum á öllum þetta var bara 1 gig, come on við höfum spilað gigga á Íslandi sem var bara geggjað rétt áður, sömur sem sá okkur þar og og þá var allir bara svona, þetta er búið þið fenguðu eitthvað tækifæri ég veit það ekki en það hefur alltaf verið svona sagan að Linkin Park hafði verið líka á þessu kvöldi Nei, Jú, sko, ég ætla að trúa því já, Ég ætla að trúa því sko, ég man eftir bandi ég ætla aldrei að segja að þetta hafi verið Linkin Park en ég hef verið spurður á þessu nokkur sinnum og þetta var einhver svona mýta að þeir hefðu verið uppgötur þannig en ég er sjálf ekki dýrar en ég allan man ekki eftir því en ég man ekkert mikið eftir þessar ferðheldur sko já og þetta var líka bara til þess að þú veist, það er alveg þú veist, það tók okkur ég held 12 eða 13 ár að setjast niður og ræða ferðina í gegn þú veist, þá setti þessu lóksin niður og bara herri strákar og þá fórum við að spila aftur og við heldum nokkra tónleika og svo í fyrra þá ákveðum við bara, herðu, eigum við ekki að taka upp þessa plötu sem við ætlum að gera þannig að við fórum í stúdíó, tókum upp plötuna ætlum að halda tónleika, 2 tónleika núna í apríl sem verður útgáfu og loka tónleikar og þá er þessari vegferð lokið Það í alveg tók 13 ár að bara menn eru tilbúnir í þetta Já, það erum við að tala bara það sem þurfti að ræða var bara vonbriðin eða bara stefnubreiting sem lífið tók eftir þetta eða allt saman sko, vonbriðin, stefnubreitingin allt sem gerðist í þessari ferð bara rugglið sko og og þetta er náttúrulega sko, þetta sko, svona myndi held ég aldrei gerast í dag bara öldin önnur sem betur fer Rugglið, erum við að tala bara einhver eiturlyf eða þú veist, eitthvað í þáttina Já, það er bara, ef ekki hafa þetta bara mjög vítt já, þetta er bara svona þegar þér finnst þú vera ósigrandi og heldur að heimurinn elski þig sko, þá bara, þú veist, það er bara ekki þannig sko Ok, tökum, ég ætla sko að tengja þetta aðeins saman við eitt sem hann Máni Pétursson sem þekki nú vel til í tónlistinni koncept sem hann var að tala um að lífið er ekki Nígeríubréf og hann var það að meina þannig að einhver myndi bara banka upp á hjá og segja bara, herru, nú átt þú að meika og þú bara, herru, ég er bara að bíða eftir þessu allan tíman bara, mér finnst það líka, ég ætla núna að fara að meika bara lífið er ekki þannig og það sem þú varst að tala um á hann bara, nobody gives a fuck þetta er eitthvað, held ég, sem að maður verður að minna sig á sérstaklega í bransa sem að þú ert í sem er einhvers konar creative, þar sem að þú leggur eitthvað fram hlutir oft spring út, skilur, þú skrifa niður eitthvað handrit og þér langar oft að sína einhverjum og þeir segja bara, herru, þetta er snilt, hvað ertu búin að vera allan tíma? Akkur komst ekki fyrir löngu með þetta þetta er geðvegt, skilur og bara þú ert þetta er bara Nígeríubréfið sko. Geturðu aðeins talað um þetta í tengslum við bara leikstjóraferliðin hefur þú þurft að minna þig eitthvað sérstaklega á þetta hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum Já, þetta er nefnilega sko, þessi dýrmætaleksía sem ég fekk þarna 1999 hún hefur fylgt mér allæfi og eftir þetta þá náttúrulega bara fer ég að snúa mér aftur á kvikmyndaferlinum ég kynnist kæristunum minni ég kynnist henni ekki, ég hef búin að þekka hann í mörg ár og við bara allt í einu föttum að við vorum kæristupar og ég byrja að sækja nám í kvikmyndaskóla og hún verður síðan bara ólétt fljótlega eftir ef við kynnumst eða byrjum saman og við förum að skjóta rótum á Akureyri og ég er samtalið harða ákveðin, ég ætla að vera leikstjóri svo bara þróast þetta og við eignumst annað barn og svo er ég einhvern veginn bara komin á þennan stað bara ég verð bara á Akureyri
ég stofnaði auglýsingastofu fyrir norðan og fór að vinna hjá henni og við vorum einhvern veginn svona 5 félagar eitthvað bara að gera gott og svo bara sem betur fyrr þá hristi hún Heiða mig bara upp í mér og bara drullum okkur í burtu þú vilt vera kvikmyndagerðarmaður ég vil gera þetta, bara drullum okkur hérna þannig að við flyttum til Danmerkur ég reyna að komast inn í danska kvikmyndaskólan sótti 2 árum, komst inn í hvorugt skiptið og við erum allt inn komið 3 börn og við flyttum aftur heim rétt fyrir hrun og ég fekk einhverja vinnu hjá fyrirtæki sem fór á hausinn 6 mánuðum eftir við fluttum heim þannig svona 2008 þá þetta svona mitt ár 2008 svona í kringur hrunið þá þetta bara búið þessi kvikmyndadraumur ok, ég búin að reyna allt sem ég gat og þetta bara gekk ekki upp ég atvinnulaus, það vill enginn ráða mig 3 börn við erum bara kona mín í námi og bara eitthvað svona Jesús, hvernig fyrir við að þessu ég stofnaði þá fyrirtæki bara svona Seta Productions fór að reyna bara að veiða auglýsingar og komst í það, ég veit ekki það var örugglega í gegnum eitt félag minn sem var að vinna hjá Nathan Olsen á þessu tíma, hann fór að láta mig fá einhver svona auglýsingaverkefni, við gerði einhver honnin á seri og auglýsingu og eitthvað svona og kemst bara inn á markaðinn og byrja að fá bara svolítið auglýsingum ég gætt undirbúið alla og ég var ekki með hennar yfirbyggingu og var bara að stela auglýsingar af Sagafilm og Pegasus og öllum og svo eftir 3 ára ferli að senda inn í kvikmyndasjóð stuttmyndahandrit að þá loksins fæ ég að gera stuttmynd og þá kom þessi hugsun ok, nú ég að fá tækifærið nú ég að gera stuttmynd þetta mitt síðasta verk þannig að ég ætla bara núna gjörsamlega að leggja allt í sölunar þetta bara verður að takast og ég geri myndina og það ánægði með henni í KMI hún fer á fullt af hátíðum og bara gengur vel fyrir mig og minn feril þá Júlli og Ingvar sem eru framleiðendur mínir á þessu tíma og þetta svo mikið þeir rifu mig alltaf upp þegar ég var að gefast upp ég kynnist þeim hana bara sama ár og ég flytt út í Danmerkur og ég sendi þeim handrit þessar stuttmynd sem við byrjum að sækja með og þeim leist vel á það og ég fór eitthvað að vinna með þeim og eitthvað svona að þá segir Júlli við mig ég með hugmynda bíómynd fyrir þig hérna úlningabók eftir Ingibjörgu Reynis lestan og sjáðu hvort þú sérði eitthvað í þessu og ég las bókinu og bara skemmtileg ég ekki fara að gera úlningamynd með þess að fáranlegt ég alvöru leikstjóri eitthvað svona rosa hrókafullt Sér þess að honninat serisauðlýsingu ég gerði hana sem eru krakkar dansandi við randaflugu og ég hitti síðan Ingibjörgu og fæ að lesa fyrsta draft frá henni af handritinu og þetta var bara svona komedía með einhver svona voiceoveri og þetta var svona létt og skemmtilegt og ég bara nei, þetta glórulaust ég ekki fara að gera þetta hún lætur mig þá fá bók númer 2 sem heitir Strákarnir með strípunar eða eitthvað og ég les hana og þarna sé ég allt einu svona sögu sem langa til að segja bara herðu, það þráður hérna, hann mjög skemmtilegur saman þessar 2 bækur drepum þennan karakter gerum þetta og látum sögun fjalla þetta og hérna galleríið þannig að ég geri svona beinagrinda handriti Ingibjörg skrifar síðan handritið og svo tek ég það sem ég ger alltaf á einn svona fyrirtökur ég svona tek þessa yfirferð það sem ég svona aðlata mínum dimmum hugsunum og næ að gera svona úlingamynd með svona fullorðist tón bara ég ekkert að reyna eitthvað, þetta bara þú veist, við höfum alltaf verið úlingar ég veit hvernig að vera úlingur og úlingurinn þannig að og það svona það sem skemmtilegt við úlingsárin það allt endanlegt það þú veist ef þú fær ljóta klippingu þá ertu bara ljótur að eilífu þetta alltaf bara mesta drama sem þú færið og ég kasta í myndina bara einhverjum flinkustu krökkum sem ég kynnst á ævinni þau voru allt 16-17 ára þarna Willi Netto, Atli Óskar Haraldur Ari sem var núna í ófærið já, rétt maður, þú velur Birna Rún, Eiríksdóttir Kristín Péturs áhrifavaldur með meiru og leikona og þetta allt krakkar sem hafa gert feril úr
í leiklist, kvikmyndagerð eða einhverju afþreyinga tengdu eftir þetta og hann náttúrulega var stórkostlegt Willi Neto leikur rússneskan strák í þessari mynd Portugali en en þetta var svo skemmtilegu tími og þau líka sko ég náttúrulega var með eitthvað svona norrleg slangur í handritinu og þau voru alltaf bara, Baldur, hvað er þetta? En allavega, þegar ég fæ að gera óróa þá fáum við þannig styrk úr kvikmyndasjóði og þegar bara ég var komið styrk og við vorum bara að fara í framleiðslu og þetta var að fara að gerast þá kemur þetta bara aftur. Ég geri þetta og svo er ég ekki að fá að gera neitt meira. Þetta er bara búið eftir þetta. Hvað erum við að tala um að það sé bara byggt á lítið til trú á sjálfa þig eða varst það svona gýra þig upp í að gera þetta vel? Ég er bara gýra mig upp að gera þetta vel. Já, þú ætlaði að segja bara one time. Já, okay. Ég er að fá þetta tækifæri. Ég veit, þegar ég fekk tækifæri með hljóðstinni þá bara klúðraði ég ætla ekki að klúðra þessu en ég veit að nobody gives a fuck sko. Já, ok. Þannig þú ert bara að minna þig á það. Þetta er bara svona reinforcement eitthvað. Það bara algjörlega. Okay. Og ég hef alveg sagt þetta við krakka sem eru að fara að leika fyrir mig og eitthvað svona, þið verði vinsæli smá tíma, svo bara, ekki búast við að þið fá bara hlutverk í öllu eftir þetta og eitthvað svona, passið ykkur bara á þessu fyrstu skrefum eftir að hæpið er búið, að downfallið er rosalega harkalegt, sko. Og þú ert bara að byggja þetta á hljómsveitarreynslinni. Þú ert ekki að byggja þetta á leikstjóra. Já, þarna, sko, svo kemur Óróa út, hún nýtur alveg ágætlega vinsældar og hún skapar eitthvað svona nafn fyrir mig ég fæ eitthvað credibility og mér finnst það frábært og ég fæ tækifæri að gera aðra mynd ég geri þess 3 mynda samning við Júlla og Yngvar og þá er ég að byggja á fullu að skrifa Vonarstræti og Lof mér að falla við erum byrjar að skrifa það á svipun tíma og svo geri ég Vonarstræti og það verður eitthvað svona bara algjör sturlun hún verður svo ógeðslega vinsæld að springur alveg bara sjúklega mikið einhvern veginn í andlitið á mér þetta komur allt svo mikið og óvart og náttúrulega áður í gerimyndina þá er þetta aftur bara ok, ég er að fá annað tækifæri ég er orðin mun meðvitaður hvað ég get klúðrað ég veit meira en þegar ég gerði Óróa þetta verður aðeins erfiðara og allt þetta ég kom með svolítið þægilegan hóp í kringum mig þetta er svona að verða ég er farin að treysta öllum sem eru í kringum mig og Vonarstræti kemur út og þetta verður eitthvað svona algjör hittari sem er bara skrítið líka bara með hvernig mynd þetta er bara dramamynd hún er ekkert þetta er ekkert blockbuster þannig hún er löng, hún er þung en það var eitthvað sem kveikti í fólki og þarna fæ ég fyrsta snert á því hvernig er að vera umtalaður og vera heitur á internetinu og vera að fá skilaboð á fullu og ég fann að ég sjálfur farin að leitast í þetta fara á Facebook, kíkja er enginn að tala um mig eitthvað svona og þegar þetta lognaðist út af loksins að þá fannst mér það erfitt bara, herðu, er fólk að gleyma mér? Er þetta núna að gerast? Er þetta búið? Eitthvað en þá náttúrulega bara var ég komið með enn meira credibility og ég gætt gert enn stærri hluti næst og og þetta downfall, þetta Facebook downfall eftir Vonarstræti og kona mín þurfti líka einhvern veginn að draga mig á jörðina og þetta var harkaleg lending bara í einu og öllu Eftir Vonarstræti? Já En byrju af hverju var það harkaleg lending? Og þetta gerðist ekkert? Nei, það gerðist ekki neitt slæmt ég bara Þú bara fórst hátt upp? Ég fór rosalega hátt upp alveg svakalega og ég bara svona misti bara fætunni bara flugu frá jörðinni og ég held ég væri bara eitthvað það var líka hringt í mig frá útlöndum og það kom manager í LA og bara eitthvað, ég ætla að representa þig og allt þetta ég var bara wop og svo allt í hennu bara það er allt að gerast það sem gerðist fyrir 20 ári síðan aftur það bara, núna vil ég allir vera með þér Salfim hringir í mig, býður með seríu Balti hringir í mig, býður mér að leikstýra 3 þáttum í ófærð og ég bara, ok þegar ég lendi og kemst niður á jörðin aftur að þá var ég bara svona, ok, ég ætla bara að minna um þetta allt þetta skiptir engum máli ég er búin að prófa þetta og eftir Lof mér að falla þegar myndin kom út og allt hæpið og umtalið byrjaði þá bara hætti ég á Facebook öll Þú gerði það? Já
til þess að bara fá ekki þessi viðbröð beint í eð. Já, og þú veist, ég var að sogast inn í umræðu sem ég hafði engan áhuga að sogast inn í, ég var alltaf í orðin forvarnarfulltrúi Íslands, ég var fara þræða alla framhaldsskóla landsins og halda fyrirlestra og ég bara, byrju, hvar ég? Einmitt. Þannig en sko, hvað þetta holt, út af því ég held að við séum sko að lenda í þessu að bara svo miklu minna leiti heldur en þú veist, við erum ekki að búa til bíómynd, við erum að búa til bara einhver Instagram-mynd af okkur frá því á föstudagskvöldinu og gefa hann út og skilur og allir bara, hvað þetta góð mynd en það öllum drullu sama, skilur þetta er ekkert, þetta þýðir ekkert og það er ekkert þú veist, ég geði sætt á þessar mynd eða eitthvað, og ég bara svona, ég er með Instagram, reyndar, til að pósta bara úr verkefnunum mínum og eitthvað svona. Já, en ég er bara að benda á það sko að þú finnir þetta út af, þú veist, að búa til bíómynd, þú veist, því líka hugarangrið og því líka bara vöðvaaflið sem hefur þurft að fara í þetta og að síðan skilist af sér og fá svona stórt hitt af dópamínu, sérstaklega út af þetta er góð mynd og átt þetta skilur, þannig að þú finnir þetta bara á svo rosalega, hvað er að segja, bara miklu stærri skala heldur en allir hinnir. Já, þú veist, það getur vel verið sko, að það sé málið, en já, maður fær þetta alveg svona maður fær rosalega mikið kikk út í þessu sko og ég, þú veist, það var verið að byrja að bjóða mér að koma í alls konar sjónvarpsþætti og eitthvað svona og ég svona ég ætla bara að draga einhverju línu, ég ætla ekki að fara í spurningaþætti og ég ætla ekki eitthvað svona, ég ætla bara, ef þetta snertir verkefnið, þá er ég til í þetta. Einmitt. En þetta er líka bara þú veist, núna veit ég alveg að ég get alveg klúðrað. Ég held ég fá alveg annað tækifæri þó ég klúður í einu sinni. Okay. Og ég held ekki lengur að það bara að mér verður bara hendi ruslið ef að ég klúðra einhverju alveg hrikalega. Þá er ég meina sko verki, ekki svona í mínu persónulega lífi. En það verður bara cancelað. Það heldur samt að halda áfram að gera það. Já, þú veist, ég ætla samt að halda áfram að horfa á allt sem ég geri bara. Ég legg alltaf allt í sölunar og allt það, eins og allir gera. Ég er bara að tala hvernig ég upplifði þetta frá mér, mínu sjónarhorni og en ég er samt orðinn ógeðslega sáttur með stöðuna sem ég er komin í, líka bara með þetta fyrirtæki, með yndislegum vinnum mínum og yndislega starfsfólki sem vinnur hjá okkur. Það hefur bara, þú veist, við framleiddum 5 sjónvarpsseríur á síðasta ári, við erum bara að verða með eitt af stóru framleiðslufyrirtæki landsins og þar eru við að uppgöta nýja leikstjóra og nýja handritshöfunda og það er eiginlega bara ekkert skemmtilegra en að uppgöta nýtt fólk og íta þeim áfram og koma þeim á framfæri. Og þannig að ég er bara komin á bara eins góðan stað og ég get hugsað mér. Svona professionally sko. Algjörlega, ég er svona að hugsa sko þegar maður er að tala um eitthvað að lendingin var hörð og svona, bæði ég og ég geti trúið að hlustendur hugsa bara, hvað er vandamálið, af hverju ekki bara fara í allar spurningar þetta og allt svona, en er þá kannski ekki, snýst þetta ekki alltaf sko, þú veist, þú gerir eitthvað en hvað er næst, fattar þú? Og þú þarft að vera með svo mikinn fókus og þú þarft að vera með svo mikla athygli og bara drifkraft inn í það, þú getur ekki verið bara að lifa á einhverju, þú veist, fordri frægð það er þátturinn sem þú gerði fyrir ári, skilur, þú getur ekki bara að lifa á vonastræti út fyrirliðin. Nei, ég hélt allavega þarna eftir vonastræti og það allir hættur að tala um mig að nú væri þetta bara búið og nú þurfti ég að fara að byrja alveg upp á nýtt og eitthvað svona, en svo fann ég bara leið og þetta fór aftur á stað að þú veist, ég var allir spennti fyrir næstu mynd og fólk hrúast á myndinu og eitthvað, en viljandi þá eftir Lof mér að falla þá bara sleit ég mig út úr öllu og því að þetta ég svona þú veist, þetta hefur aldrei snúist frægð, ég bara fékk þetta óvart þessa þeytivindu eftir vonastræti og það er eiginlega sko, ég held alltaf að bloggið hans Hallgríms Helgasonar hafi startað þessu öllu að við nefnilega ákveðum í samvinnu við bíóhúsin að frumsýna eða halda þessa forsýningu á vonastræti 10 dögum áður en við frumsýndum og ætlum við síðan að gefa fólki tækifæri á því að tala um myndina, fá gagnrýnendur til að gagnrýna myndina og bloggara til að skrifa myndina og því að það höfðu allir svolítið mikla trú á því að það yrði alveg góð umfjöllun. Svo gerist það að ég náttúrulega kannski að finna sem ég gerði þannig á frumsýningunni eða þessari forsýningu var að biðja alla, þetta var í fyrsta sinni sem þetta hefur gert og kannski upplifði ekkert sinni bíó eftir það en ég bað alla að taka mynd af mér upp á sviði
og svo tók ég selfie af mér með þeim öllum í bakgrunni og og ég bað síðan alla bara, nennið ekki bara posta þessu á Facebook um morgun og sagt að þið hefur verið hérna og vonið talað vel um myndina ekki, þetta var fyrir sýningu daginn eftir þá var ég taggaður 400 sinnum á Facebook og ég hef alveg, þú veist, það var margir talað um það að daginn eftir vonarstræti þá bara fylltist Facebookið hjá bara ótrúlega mörgum, bara hvaða mynd er þetta og 2 dögum áður að myndin er frumsýnd 3 dögum, þá bloggar Hallgrímur Helgason myndina, skrifar mjög fallega hana en hún endar á hver er þessi Baldvin Z og þetta held ég að sé bara upphafið af mínum svona ferli á Íslandi sem einhver listamaður og því að þarna bara eftir þetta þá bara hringdu alla útvarpsstöðina bara hver ert þú? Betur, hvaða mynd er þetta? Og eitthvað svona þannig að hann eiginlega bjóð til þetta ekstra hæp fyrir frumsýninguna Nei, sko, það sem bjóð til þetta ekstra hæp er setan í nafninu Já, eða það þú veist, ég held að þetta bara gott nafn er bara make you or break you sko. Þú gætir ekkert verið Baldvin Sigurðsson sko. Nei, ég er Baldvin Zófaníasson sko. Nei, þú ert Baldvin Seta, það er málið sko. Og það er alveg, þetta er svona it sticks Já, það gerir það kannski Já, einmitt, þannig að það er ekki fyrir þá sem að svona, þú ert maðurinn á bakvið þetta Já, fram að því gat ég alltaf bara farið þú veist, ég stóð mig ofta að því og því ég fer ofta á svona fyrstu 4-5 sýningarnar fyrstu 4-5 dagana og bara sitja í salnum og er bara svona að skoða viðbröð og fólki Þú gerir það? Já, og svo fór ég í hliðinu fram og var að hlusta fólk tala um myndina og þá var fólk náttúrulega bara að tala um mig og bara, betur, hver er þessi maður og eitthvað bla bla bla, ég veit ekkert hver þetta er, ég hef aldrei séð hann og eitthvað svona og ég gæti bara staðan og bara hlustað og geðveikt, svo bara bæði burtu þannig að þetta þú veist, ég fattaði ekki að þegar þessi þeytivinda byrjar sko, að þú veist, ég áttaði mig ekki á því að ég myndi fíla þetta svona mikið eða þrá þetta svona mikið að bara, öll þessi athygli þetta er geðveikt, loksins er fólk að viðurkenna eftir 30 ár í kvikmyndagerð að ég kannski geta þetta og því ég komst ekki inn í skóla og bla 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 og þetta er búið að vera svo mjög fjallganga og allt þetta sko svo bara breyttist því eitthvað svona bara athygli, ég þarf meiri athygli þú veist, þetta var bara eins og fíkn á tímabili og líka bara svona, þú veist, þessi fjallganga, þú veist, það fylgir henni örugglega mikill efi, skilur bara, þú líka fara út í svona, þú veist, ég meina leikstjórn er ekkert eitthvað, bara solid starf sem bara, þú veist, að bara sinnir í og það bara gríðarlega eftirspurn og bara bráðavanta leikstjóra, þannig að þú veist, þú eru örugglega bara að hugsa, ætti ég að vera að gera þetta, bara yfir höfuð. Já, mjög oft og gerist alveg í dag líka, sko en þetta sko ég er samt fegin að ég hefi lent hana og bara, ég er bara gladur að hafa farið í gegnum þetta þú veist, svona annað flug sem ég fór í nokkrum ára setna var sko en það var öðruvísi, það var annars eðlis það einhvern bara gekk allt upp sem ég gerði og bara, já, herðu, hér er Lómir að falla já, og hún bara fjármagnaðist og við bara fórum í tökur og hún gekk bara vel og eitthvað svo stofnaði ég bara fyrirtæki og við ætlum að gera þetta verkefni og við ætlum að gera eitthvað risastórt verkefni og við erum sko, það eru 3 mánuðir í tökur þegar verkefni hrynur og það bara klikkuð ákveðin hlutir og verkefni er cancelað og við töpum fullt af peningum og allt í rugl og þarna var ég rifinn aftur harkalega niður á jörðina og bara, dude, þú getur ekkert allt sko. Já, einmitt. Og og það var bara gott á mig að þú veist, ég verðist þurfa að fá þetta nokkrar ára fresti að taka mig niður á jörðina en ég er svona, mér líður bara vel í dag og þú veist, öll reynsla er bara í reynslubankan og og vonandi get ég bara miðla henni líka bara til þeirra krakka sem ég er að vinna með og nýju fólki og eitthvað svona og þetta er náttúrulega ógeðslega spennandi og ógeðslega gaman en þetta getur líka já, þú veist, þetta er náttúrulega mjög kvíðáhaldandi starf sko, ég skal alveg viðurkenna það trúið því mann, mér er samt gaman að þú segir sko, þú veist, að þú þurfur svona nokkrar ára fresti einhver rífiði niður og aðeins á jörðina og það er sumir þurfur örugglega andstæðina, bara sumir örugglega, hvað eru margir sem ganga með handrit í maðanum?
og gera aldrei neitt við það og ekki, þurfi ekki eitthvað sem segir hey, þú getur ekki allt, þú veist, þau þurfi eitthvað sem segir bara, hei, þú getur þetta víst já það kannski líka fyndið sko, kannski líður mér líka bara stundum að ég þurfi það líka sko að sjálfsög og það alltaf svona stundum fæ maður svona herðu, hérna, við erum að fara þú veist, við ætlum að gera sjónvarpsseríu þetta, þú veist, hvað tekur langa tíma að skrifa svona ég veit það ekki, þú veist, það ekkert ferli eins, sko þetta svo ótrúlega misjæmt mér finnst sko Svörtusandar hafa gengið ógeðslega vel frá því við byrjum við vorum bara 2 ár að skrifa handritið mér finnst það fáránlega stuttur tími bara 2 ár, það er bara algjört djók en það eru rosalega mörgur sem finnst það rosalega langu tími þetta bara sko auðvitað að búa og skapa svona þetta ekki svo íþróttir sko þú veist, þú fer bara ekki í lyftingasalinn og bara lyftir meira og meira til að fá stærri vöðva þú veist, þetta snýst svo mikið að þú veist, ritstífla bara svona besta orðið einhvern veginn yfir það þú bara að reyna að besta hugmyndin á hverjum einasta degi stundum gengur það ekki sko. Nei, og líka þú veist ekkert hvað rétt og hvað rangt sko. Þú er bara einhvern veginn að meta þú er bara að segja, já, mér finnst þetta gott held ég, getur ykkur annan tjekka, nei þetta ekki gott þannig að ég búin að vera að gera lélegt allan tíman, þú veist hvað það? Já, og sko það sem mest frústrerandi í þessu ferli sko þegar þú ferð að sína klippið, fyrsta klippið þegar fólk eitthvað að horfa á okkur að senur og svo bara djúlega þetta asnalegt bara ert að grínast, við sko ég er búin að leggja miklu vinnu í þetta, en svo það alveg rétt, bara, já, þetta frekar aðstæðanlegt maður, anskoti maður má gera ástfangin af hugmyndin, býst ég við, en síðan líka þú veist maður þarf að standa með pælingunum sínum já hlýtur að fengja einhvern tímann pushback á eitthvað sem maður síðan bara sló hressilega í gegn já, algjörlega ég held að lof mér að falla sko, mesta baráttan var þar sko var, þú veist, fyrst og fremst bara allt sem fór í myndina, hún var rosalega löng og ég trúði því að við værum ekki að sleppa, þú veist, við vorum með allt sem þyrfti að vera í henni, ég gæti ekki sleppt meiru og svo var sko annar endir á myndinni sem allir voru hrifnir af og svo þegar við lásum handriti fyrir saman, ég var búin að kasta í ákveðið hlutverkarna í lokin og hún endaði miklu betur það var svona happy ending á myndinni fyrst ok, bara betur, það sem bara svona eins og jákvæðri nótunum já, jákvæðri nótunum, þú veist það var von, hún gaf von en lof mér að falla gaf enga von hún bara sagði bara, if you go there you're gonna die þú veist, þetta bara svona liggur við en á samleistrinum, fyrsta samleistrinum að þá bara svona fekk ég sting í magan og því að það var allstaðar sem við fórum með handritið ok, það er gott að það von í lokin og svo lásum við þetta og leikkonan sem átt að leika þetta hún kom til mín og sagði bara þetta ekki endirinn og ég veit það, við getum ekki endað hana svona þetta hræðilegt, getum ekki endað hana vel bara, og hún sko hún sagði sér mér þess að frá hlutverkinu og því að hún áttaði sér líka á því hún var alltaf gömul og fyrir hlutverkið og við vorum sammála það og þetta snerist í raun og veru bara að taka síðustu 5 blaðsynir í burtu og enda það sem myndin endar sko já. Og ég fekk mjög mikið pushback á þetta sko já. Bara nei, þetta gengur aldrei þú mynd aldrei, hann mynd enginn þú veist mæla með þessari mynd einmitt bara ok, en ég held að hún verði samt að enda svona ég veit með sko sko, já, útlenskan milljarðamæring sem bara þannig stattur í lífinu, hann bara með ritara og aðstofafólk og svona og mjög góður í viðskiptum og klár náungi og hann hann fær ritaran sem til þess að horfa á bíómyndir eða þætti fyrir sig og skrifa síðan hvar á að hætta að horfa ef eitthvað svona slæmt, hann vil bara the good stuff sko. Já, og já, ég held að ég hef ekki síðan að Star is Born á einhverju tímapunkti þá var hann að tala um hana við fólk sem ég þekki og bara hafið séð þessa mynd hún er geðvik og frábær og síðan kom í ljós hann hafði ekkert klárað hana og það rítar hann hefði sagt bara hætt að horfa á þarna og þá hefur engar áhyggjur af og hann var bara, þetta er geggjumynd og ég fekk bara bengir umblástur úr þessu og þetta er bara svona, kveikt í mér eitthvað en það bara, ég vil ekki sjá þetta slæma sko. Ég get stundum verið óþægilega mikið þannig sko. Ég er bara, eins og með dauðarokki og svona ég vil bara eitthvað
jákvætt og allt í dúr, ekki mól sko. Ég er bara svona frekar soft sko. Já, þetta er ákveðin leið til að fara í gegnum lífið á þess að sjá allt að slæma. Þetta er ekki besta leiðin. Nei. Herðu, í lokin, út af við vorum að nefna, þú varst að nefna kastið í hérna Óróa og þú nefndir hann Alla. Já. Sko, og þú nefndir líka Kristínu og sagðir að hún var í áhrifavaldur og leikona. Sko, þú veist að Atli 1, 2, 3 er upprunalegi áhrifavaldurinn á Íslandi. Já. Þú vissir það þegar þú reist hann í verkið? Já, ok, ég held bara að tjekka. Algjörlega, og sko, ég bæði sá hann þar og svo sá ég inn í stuttminn sem Rúnar Rúnarsson gerði, sem þetta er Smáfuglar. Já, fyrir það var ekki að koma út svona á svipum tíma. Hún kemur út alveg árið, 2 árum áður en ég geri Óróa og hann var alltaf bara, eftir ég sá þá mynd, þá var bara engin spurning hver myndi leika þá persónu sko. En þú hefði séð YouTube-vídeóin á hann frá því gamla daga? Já, svo var mér bent á YouTube-vídeóin. Það kom eftir á. Já, og hérna, þá fór ég að skoða það og hafði mjög gaman á honum. Hann var ótrúlega skemmtilegur. Já, þetta er bara, þú veist, ég held að 94 kynslóðin og hérna í kringu þetta, það er bara Atli 1, 2, 3. Þetta er bara fyrsti íslenski maður sem er kynntist á internetinu. Já, akkurat. Ógeðslega skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Herru, segðu mér, hérna, vorum að tala árum byrjum að taka upp. Þú nefndir líka, hérna, með podcastið sem ég ætlaði að gera í tengslu við þettina, Svörtu Sanda. Já, einmitt, ég og Tómas Valgjesson, nú ætla ég að sjá hvað það, sem er með miðlinn 24.is, hérna, þeir eru að gera podcast Svörtu Sanda. Það verður sér bara þáttur eftir hvern einasta þátt sem við sýnum. Hann verður sýndur þáttur 25. og 27. desember, fyrstu 2 þættinir. Eru þið búin að taka upp podcastið? Við erum að fara að gera það á 5. daginn. Já, þannig að það verður allt tekið upp og svona, já, þannig að það mun tengjast hverjum þætti. Þetta er ógeðslega skemmtilegt fyrirkomulag. Já, það er það og það er bara svo gaman að rýna eitthvað svona aðeins betur inn í þetta og hérna, og ég sýndi þættin daginn, við fengum svona rýnihóp og voru 10 manns, cirka, sem horfðu í gegnum seríuna, bara vissu ekkert handrit eða neitt, bara basically fólk af götunni bara, á öllum aldri og hérna, og svo gaman eftir alla 8 þættina að einmitt fara í þessa vegferð að sína þeim svona, hér í fyrsta þætti þá voru að gera þetta og þetta og þetta og voru bara, vá, já, ok, það er svona mikið pælt og þessi segir þetta og eitthvað svona, þannig að hérna Já, biblían kemur svona mikið við sögu í þessum þáttum. Já, það vil hlakka til að ræða það. Gekja, þannig að það er hægt að horfa á þættina og hlusta á podcastið bara rakleiðis eftir frumsýningu. Já. Og Svörtu Sandar sýndir, fyrsti þáttur 2005? 25. desember á Stöð 2 og 27. og Stöð 2 Plus líka. Gekja, ég mæli með fólk allan þessum að þátturinn kemur út fyrir þann tíma að kíkja allan á trailerin. Ég var allan mjög impressed á honum og er hérna spenntur að sjá þetta. Er Þorsteinn Backman í þessum með það? Sko, hann er með smá leynihlutverk. Ok. Sko, já, hann er í tvisvar sinnum ekki verið að leika fyrir mig, en hann er verið í leynihlutverkum í báðu verkunum. Hæ? Já. Þannig sem að hann leikur en hann er ekki þekkjanlegur. Já, í vegferð sem við gerðum í fyrra með Ólafur Darra og Víkinga, þá voru 2 kindur sem tala eins og saman í seríunni og eru að spjalla og hann segði var rödd annara fyrra, en ég ætla ekki að segja hvað það gerir í Svörtu Sanda, fólk verður bara að finna Þú ert meiri easter eggs maðurinn maður. Það er allt, já, þetta er allt samtengt. Ég var til að sjá þessa korktöflu sem þú ert með og búin að tengja þetta allt saman heima hér. Herru, Baldvin Zeta, bara innilega til hamingju með þættina. Ég hlakka til að sjá þetta og bara gangið vel í framtíðinni. Takk hella fyrir mig, þetta var gaman. Sömuleiðis, bye.